14. október. Við verðum á andlegum nótum í kvöld að segja má. Við viljum að enda þáttinn á samtali við lækni sem hefur farið mjög óvenjulega leið í lífinu miðað við flesta kollegans. Svanur Sigurbjörnsson, læknir, hann nú í hléi frá lækningum til að stofna nýtt lífsskoðunarfélag. Og viðhorf hans lífið og tilveruna fóru fyrst að breytast eftir árásina á tvíburaturnana í New York, en þar var hann staddur og varð vitni að þeim miklu atburðum í beinni útsendingu. Nú, Bjarni Randver Sigurvinsson, trúarbragða og guðfræðingur, hann ræðir við Gunnar Smára hugmynd þjóðernis sinnaðra hvíta evangelíska kirkju, 1000 ára ríkið og hvaða áhrif hún hefur á pólitík í Bandaríkjunum og víðar. Og þá verður umræða skipulagða glæpastarfsemi. Svala Ísfeld Ólafsdóttir, lögfræðingur og dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík og Helgi Gunnlaugsson, prófessor í afbrotafræði við Háskóla Íslands, ræða við Gunnar Smára skipulagða glæpastarfsemi, rót hennar og þróun á Íslandi og hvað stjórnvöld gera og gætu gert til að sporna við henni. En við hefjum leik á spjalli við Guðrúnu Karls Helgudóttur biskup. Árið liðið síðan hún var vígð í embættið og verkefnin eru mörg. Hún segist bjartsýn á frið í heiminum þótt tímarnir séu viðsjárverðari en langt skeið. Hún segist hafa þurft að hugsa sig tvisvar áður en hún ákvað að blanda sér í umræðuna eftir alræmdan Kastljós þátt á dögunum, þar sem vegið var að minnihlutahópum. Ég ræði við biskupinn eftir andartak, þar sem mörg viðkvæm mál ber á góma. En að sinni og áður en við förum í auglýsingar og hefjum dagskrána formulega, þá reynum við hér á samstöðinni að höfða til ykkar þeirra hlustenda og áhorfenda sem eruð aflögufær. Ef þið hafið ekki gerst áskrifendur eða styrktaraðilar að þessu framtaki okkar, þá bendum við á að það hægt að fara inn á heimasíðu okkar samstöðin.is og finna þar nappinn áskrift og haka þar við hluti sem myndu gera okkur kleift að halda áfram að búa til dagskrá og vonandi enn betri dagskrá en áður fyrir ykkur. Lægsta framlag 2.750 krónur á mánuði sem nú ekki mikið. En við erum ykkur þakklátt fyrir allan stuðning. Við þökkum fyrir það hve duglega mörg ykkar að deila okkar efni og framtíð okkar sem fyrir segir alltaf svolítið í ykkar höndum. En þetta hefur verið hálfgert ævintýri að vinna hér og ekkert lát á, en verður sem sagt ekki, við erum ekkert án ykkar og ykkar stuðnings. En örstutt skilaboð, svo hefjum við dagskrána á innihaldsríku viðtali við biskup Íslands. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika.
Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, við ætlum að ræða andleg mál. Það er rúmt ár síðan Guðrún Karls Helgudóttir biskup starfaði eða fór að starfa sem slíkur hér í þessu landi og það hefur komið fyrir að við höfum náð henni hingað í viðtöl á samstöðinni og það er þannig dagur í dag. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma. Mín er ánægja. Ef að byrja á niðri könnun að í dag þá var upplýst það að meirihluti landsmanna er hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju. Svona töluvert stærsta kakan, rúmlega helmingur, svo skiptast inn svona í tvö horn. Nú stuðningur við aðskilnaði er meiri á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni og hann er mestur meðal ungs fólks, en maður heyrir svo svona líka að ungt fólk sé nú svona leiti meira í trúna heldur en stundum áður. En hver eru viðbrögð þín við þessu? Já, 52% eru hlynnt. Ég var eiginlega satt að segja svolítið hissa á þessari könnun og við klórum okkur svolítið í kollinum yfir henni. Vegna þess að þessi aðskilnaður hefur náttúrulega orðið. Já. Það, í raun og veru hefur orðið eins mikill aðskilnaður á milli ríkis og kirkju og mögulegt er. Í tíð Agnesar? Í tíð Agnesar, einmitt. Og það er svo merkilegt að þessi aðskilnaður hefur einhvern veginn orðið bara hægt og hljótt. Það er eiginlega alveg stórmerkilegt að við höfum ekki komið honum meira á framfæri. Vegna þess að það sem hefur gerst er að kirkjan ræður öllum sínum málum og einu tengslin við ríkið í dag eru þau að það eru lögin þjóðkirkjuna eru örstutt að hún eigi að halda kirkjuþing og það sé biskup og eitthvað svoleiðis, bara svona rammalög, löggjöf og síðan er náttúrulega ákvæðið í stjórnarskráni og síðan innheimtir ríkið fyrir þjóðkirkjuna og öll trú- og lífskoðunarfélög félagsgjöldin. Þetta er raun og veru eina tengingin og svo náttúrulega gaggjaldið sem að ríkið greiði til þjóðkirkjunar, það er raun og veru leiga á þeim eigum sem að ríkið tók yfir. Og áður þá fór þetta allt í að greiða laun presta. Nú fer þetta bara til kirkjunar, kirkjan ræður nákvæmlega öllum sínum málum. Og það var líka mjög nákvæm lög þjóðkirkjuna áður sem eru ekki lengur. En stóra breytingin sem hefur einnig orðið er svo að prestar til dæmis er ekki ríkistarfsmenn. Nei. Nú eru prestar eru starfsfólk þjóðkirkjunar, eru í ráðningasambandi við þjóðkirkjunar og launum þar sem þýðir að við höfum í raun og veru bara allt okkar starfsfólk og starfsemi að segja. Já. Þannig að þeir eru forsendan í spurningunni að einhverju leyti brosti. Já, eiginlega. Og hún hefði verið vel við hæfi svona 1917-18. Nei. 2017-18 ekki 1900 já, en ekki lengur. Nei, ég skil. En það er kannski líka vegna að þetta er allt svolítið flókið og þetta er ekkit rosalega skemmtilegt umræðefni að ræða ykkur gaggjöld og sóknagjöld og allt þetta en bara setningin aðskilnaður ríkis og kirkju er eitthvað svo einföld. Hver er ekki til í það? Ég er til í aðskilnað ríkis og kirkju og hef alltaf verið það. Þess vegna er ég mjög sátt við að við séum komin hingað. Já. En er ekki rétt hjá mér að stundum hafa verið svona uppsagnar hrinur úr þjóðkirkjunni? Það er á stundum tengst einhverjum hneykslum forvera þinna meðal annars á biskupstóli
En það hefur ekki verið kannski það hefur ekki verið miklar blæðingar úr þjóðkirkjunni þegar við erum að skoða hlutföll trúarhópa hér á landi, þá það náttúrulega einhverju leyti, eða miklu leyti tengt því að við erum að fá nýtt fólk með annan trúarbakgrunn heldur en kristnina og þér helst sæmilega á sauðunum, það ekki þetta ár bara En sem komið við skulum vona að vera ekki mikil hneykslismál en jú, það hefur aðeins gerst þegar það hafa orðið svona stór og mikil deilumál og þau hafa nú ekki verið mikil svona undanfarna ár Einstök prestamál, þeim hefur fækkað og þar kemur líka til að núna höfum við bara meira okkar starfsfólk að segja. Við getum hlúðbetur að okkar fólki og við getum líka gert kröfur til okkar fólks að það standi sig. Náttúrulega þegar fólk var æviráðið, þá var ekkert hægt að gera. Nei. Þó svo fólk væri að skandalisera, þá var ekki hægt að taka það á launaskrá og gera starfslokasamninga. Þetta var bara allt önnur staða. En þú með taumhald á tjáningu presta? Nei, það ekki. Nei. Þeir með að segja það sem dettur í hug og verða náttúrulega verða að bera ábyrgð á einu orðum. Já, og í raun og veru myndi ég segja þetta væri bara eins og á hverjum öðrum vinnustað. Ég meina hvað sem þú ert kennari eða lögregluþjónn eða prestur eða hvað þú ert eða bara manneskja í þessu samfélagi. Þú hlýtur bara alltaf að þurfa að bera ábyrgð á þínum orðum en það vissulega þannig að prestur til dæmis skrifar undir heitstaf og drengskaparheiti að vera til fyrirmyndar. Já. Það ákveðin krafa það. En ef við komum að skráningamálunum eða úrsögnum þá þetta nefnilega svolítið flókið í dag út af þeim fjölda sem hefur flutt hingað til hans á skömmum tíma. Já. Og það alveg 20% Íslendinga. Þannig þegar við segjum að hlutfall þjóðkirkjunnar 65%, að þá ef við tökum hlutfall þeirra sem eru fædd hér inn í mótmælenda samfélag okkar Íslendinga, þá það miklu hærra hlutfall sem í þjóðkirkjunni. Þannig að fækkunin ekki bara það að fólk hafi sagt sig úr þjóðkirkjunni, þó ykkur hafi gert það og ég sé eftir hverjum einasta. En auðvitað fólk bara frjálst að vera það sem það vill og ég held til dæmis í dag þá sé fólk ekkit sérstaklega hafa ekkit endilega sérstaklega áhuga að tilheyra mikið af einhverjum félögum sínst það. Skiptir þau ekkit rosalega miklu máli. En svo þetta náttúrulega það trúfélag sem með mest af elsta fólkinu, úr þessu trúfélagi deyr fólk. Já, og svo urðu ákveðna kerfisbreytingar fyrir nokkrum árum á skráningum barna sem eru skýrð. Þannig að þess að fara eitthvað nákvæmlega út í það, þá eiginlega fækkunin sem hefur orðið í þjóðkirkjunni að miklu leyti frá 1 til 17 ára. Já. Og það ekki fólk sem skráð sig úr þjóðkirkjunni, heldur ekki fólk skráð í hana með sama hættu áður. Einmitt. Og það svona, Þannig þetta svona ýmishorna líta. Já. Og ég bara mjög ánægð með að í þessu trúfélagi skuli vera 250.000 manns. Einmitt. Það líka margir ánægðir með þig. Maður heyrir það oft út undan sér að það sé einhver svona góðu blær yfir þér sem biskupi okkar. Það svona helst að hafa aðeins blásið þig núna nýverið þegar þú gagnrýndir Ríkisútvarpið vegna Kastljós þáttar. Á dögunum þegar þingmaðurinn Snorri Másson var að ræða mál minnihlutahópa á þannig nótum að þér blöskraði og þú kvaðst í hljós og þér fannst það ekki við hæfi að þetta væri á sama tíma og gulur september var ný hafinn. Var það ákvörðun, og þá ég að vísa til umræðu kyn og fleira, var það stór ákvörðun hjá þér að hvað maður að segja, stinga niður penna, vitandi það að með því að skrifa það sem þú skrifaðir, þá myndir þú svona útsetja þig einhverju leyti sem umdelda mannesku og fólk myndi einhverju leyti skiptast í 2 horn eins og með þessi mál. Var það stór ákvörðun eða bara svona hugsaður strax, ég þarf að gera þetta? Nei, ég hugsaði mig 2 sinnum. Ég gerði það. Mér finnst það ekki sjálfsagt að sem biskup og þá sé fólk, þá sé ekki, þá sé að skipa mér í ákveðin lið. En á sama tíma þá svona þegar uppi staðið,
þá verði ég líka að fylgja samvisku minn og standa með því sem ég tel rétt. Ég þekki vel til sjálfsvíga og til þessara mála og við í Þjóðkirkjunni gerum það. Og þetta var erfiðu tími að setja þetta á dagskrá einmitt þegar þetta var að byrja og það var verið að reyna að vekja athygli á því og vinna að forvörnum. Það var það sem ég vildi svona vekja athygli á. Já. Og það voru aðrar stofnanir sem að líka stigu fram. Já. Og mér langar aðeins að fara kannski úr þessum bolta yfir í sko hræringar í heiminum. Við höfum svo sem, við verðum vör við það daglega að það virðist vera í mörgum kreðsum vaxandi andúð gagnvart minnihlutahópum og hópum sem ekki hafa sterkar bjargir til að bera hönd yfir höfuð sér. Menn tala um aukna skautun, það Trumpismin vandamál að maður til flestra vina minna, minnsta kosti. Og hvert hlutverk biskups, hvert þitt hlutverk og Þjóðkirkjuna núna á viðsjárverðum tímum? Það eru viðsjárverði tímar. Já. Og bæði hvað varðar svona þessu skautun og versnandi stöðu minnihlutahópa á mörgum stöðum, en líka bara hvað varðar stríðsástand í heiminum og annað og ég finn það vel þegar ég í erlendu samstarf og fer aðeins út fyrir Ísland að þar fólk að hugsa allt nótum bara hvað varðar sko að það sé stríði yfirvofandi hér og þar og fólk að vígbúast. Þú ert nýkomin frá Úkraínu? Ég er nýkomin frá Úkraínu. Hvernig var ástandið það? Það var alveg augljóst að þetta land sem býr við stríðsástand eða þarna stríð og ég var náttúrulega vör við það mörgum sinnum á dag. Já. Bara við loftvarnarflautur og við þurftum að leita okkur skjóls í byrgjum og þess að þar. Ég var líka vör við það að fólk þar svo ánægt með að við skulum veita þeim athygli. Fólk hrætt að það sé að gleymast. Að nú þetta stríð búið að standa yfir í 84 ár. Já. Og þau eru hrætt að nú nenni enginn að skipta sér að þeim lengur. Fólkin á Gaza fannst að við gleymdum þeim. Aldeilis. Sammála því? Já. Og ég held að við megum ekki sko þess vegna vanmeta hvað táknrænn stuðningur, hann skiptir líka máli. Þó við getum ekki öll komið og lagt til eitthvað sem fast í hendi og fætt fólk og klætt og gefið þeim lyf. Persónlega þá táknrænn stuðningur, hann mikilvægur. Það skiptir fólk máli. Ísland sem friðardúfa, talað fyrir friði án vopnavalds. Þetta var svolítið gamla Ísland. Núna finnst manni við vera svolítið herskári. Já. Hvað segir það? Einmitt. Veit það ekki alveg. Vegna þess að ég held að fari allt eftir aðstæðum og svoleiðis á hverjum stað og hverjum tíma, en ég held að sé samt sem aður þá verðum við að hafa í huga þegar við erum að veita aðstoð í land sem í stríði. Að það ekki okkar að segja í hverju aðstóðina á að felast. Þegar við erum aðstóða fólk þá þurfum við alltaf að hlusta á fólkið og heyra hvað það sem þau raunverulega þurfa. En Ísland að standa sig alveg þokkalega þegar kemur að aðstóð mannúðaraðstóð og Þjóðkirkjan hluti af Lúterska heimsambandinu. Og innan þess þá starfa samtök sem heita ACT Alliance og bæði hjálparstarfskirkjunnar og stjórnvöld á Íslandi að veita mannúðaraðstoð í gegnum þessi samtök, til dæmis bæði í Palestínu og Gaza sérstaklega og í Úkraínu. Því að þetta svona örugg og traust samtök, þannig þú getur verið vissum að það sem þú ert að gefa fari á rétta staði og það sé verið að gefa eða veita þá aðstoð sem að fólki sjálft þarnast. Við getum ekki bara að prjóna lopapeyssur af því að okkur finnst að einhverjum þurfi lopapeysunar. Sjálfsagt að gera það ef það það sem fólki þarf. Þannig að... En myndirðu segja að væri svona aukinn þungi í samfélaginu vegna ótta, stríðsógna, skautunar og birtist það ykkur sem eruð að starfa í Þjóðkirkjunni, bara sóknarbörn, fólk sem talar við ykkur,
skynjiði snúning þarna? Já, ég skynja mjög sterkan snúning þarna. Það þannig. Og það einmitt, annars vegar er það þessi skautun og sérstaklega sko, þar hef ég miklar ágjur þegar kemur að minn hlutahópum. Mér líst ekki á blikuna þar. Og hins vegar er það bara sko ótt hvað gerist í heiminum sko. Stríð að færast nær okkur en ég finn minna fyrir því hér á Íslandi. Við erum alveg svolítið held ég inn í okkar svona búblu. Við erum ekki alveg þar. En aftur á móti þá eru þau sem að vinna í þessum málum fyrir hönd Íslands erlendis, þau finn þetta. Þannig þess vegna eru þau kannski á svolítið öðrum stað en við svona hinn venjulegi Íslendingur. Já. Ég sé bara þegar ég í samstarfi við og kem til bara Norðurlandana. Þar staðan allt önnur sko. Þar farið að kalla fólk í auknum mæli í herinn og fólk á að vera með byrðir á heimilinu til nokkra daga. Og þar kirkjan ekkert undanskilin vegna þess að kirkjan með presta í hernum og allt þetta sko. Þannig að en ég verð alveg að viðkenna þegar ég kom heim frá Úkraínu núna. Mikið ofbáslega var ég þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Og ég upplifði mig örugga. Var mikil öryggisgæsla á ykkur úti? Já, mikil öryggisgæsla og svona checkpoints út allt og bara og náttúrulega viðvaranir að það væri verið að gera drónaárásir og þú veist ekki hvar það lenda. Nei. En þú getur eiginlega ekkert annað gert en bara treysta og vona og biðja. Ég get alveg sagt þér, ég bað heilmikið þarna úti. Já, það veit ekki af. Nei. Sko, ef þar sem við erum sammála það að veröldinni viðsjárverðin, hún hefur verið nokkurt skeið. Hér var umboðsmaður barna í síðustu viku og hún sagðist telja, Salvör Nordal, að það væri sumpart flóknara og erfiðara að vera barn núna en hefði verið áratuga skeið. Það er annað, þá erum við komin ekki bara út í stríðsógnir, heldur líka samfélagsmiðla, internet, umhverfið og alls konar fæða barna, hún er ekki sem skildi víða, getur ítt undir alls konar raskanir, andlega sjúkdóma og líkamlega og svona og við náttúrulega vorum alveg hræðilegt ár þegar koma sakamálum. Sko, þetta er svona, þegar ég ræddi við þig og bæði það að koma þá held ég að voru það að sko trú, von og myrkur. Mér langaði til þess að ræða því trú, von og myrkur. Og ef við höldum okkur aðeins lengur við myrkrið, áður en við förum á í trúna og vonina, hvað getið þið gert? Hvað getur þú gert? Og hvað geta kirkjunar þjónar gert? Og hvers konar haldreipi er trúin fyrir fólk núna á þeim tímum sem við lifum? Við merkjum einmitt að sko, þegar almenn vanlíðan í samfélaginu er meiri, þá sækir fólk frekar í trúna. Já, það sækir í einhvern veginn, já. Því að þrátt fyrir allt þá hefur kirkjan ákveðnu að miðla og það er von. Það er trú og von sem helst í hendur og í mínum huga er von er ekki bara svona eitthvað að vona að eitthvað fari bara vel. Vissulega er það einhver leiti. Von er líka sko ákveðið traust sem að gefur þér kraft til þess að gera eitthvað. Vegna þess að ég lít svo að við gerum þetta allt sko með Guði. Það er ekki nóg að sitja bara og biðja. Heldur þurfum við að gera einhverju hluti og þar kemur vonin mjög sterkt inn. Og sem biskup þá er það mitt hlutverk að boða trú og von og birtu og samstöðu og að við getum einhvern veginn sko gert hlutina saman og að sýna mér er ekki sama og kirkjun er ekki sama og að saman getum við svo ótrúlega margt og við vitum alveg að þegar uppi staðið þrátt fyrir alla skautanir og ólíkar skoðanir á ýmsum málum þá er ég svo handvissum að þegar á reynir þá stöndum við nefnilega saman. Við erum þannig samfélag og við erum þannig fólk að þó svo að við séum með ólíkar skoðanir og einhverjum einstaka málum
að þá stöndum við þegar uppistæði með fólki. Og hvaða tæki hafið þið til þess að miðla? Notar þú til dæmis, notar biskupsembættið samfélagsmiðla? Já, mjög mikið. Mikið? Ég mjög mikið. Og þar lít ég svo á að kirkjan hafi, kirkjunni ber skylda til að nýta samfélagsmiðla til að koma einmitt þessum boðskapi á framfæri, trú, von og kærleika, vegna þess að við vitum til dæmis að ungt fólk það sækir sér í dag að miklu leiti upplýsingar þangað. Ég held að sé mjög slæmt að svona mikið af upplýsingum komi frá einhverjum óskilgreindum síðum út í heimi og ekki síst frá kannski Bandaríkjunum. Og þess vegna við getum ekki bara bannað og forðast, heldur þurfum við líka þá að fara á miðlinn eða miðlana og vera þar og koma með þann boðskap sem að við teljum mikilvægan inn í þetta allt saman. Já. En á sama tíma þá held ég að við eigum að reyna aðeins að minnka notkun ungs fólks á samfélagsmiðlum. Já. En hefur orðið einhver fjölgun, tala prestarnir þínir að það sé að fjölga í messum eða svona þessi, því tiplaði aðeins á auknum trúaráhuga ungs fólks sem virðist vera allavega í sömu kreðsum, bæði innlands og utan. Sjáu þið merki þess inn í kirkjunum? Já, við gerum það og það verðist einmitt að sama vera að gerast einhvern veginn á Norðurlöndunum. Að það fleira fólk sem kemur í kirkju. Það er nú alveg töluverð aukning verðist vera ég eftir að sjá síðan endalega tölur eftir árið, en það verðist vera töluverð aukning í fermingafræðslu og skírnum vera að fjölga. Þannig að það er svona aukin áhugi á trú. Til dæmis fyrirbæri eins og útvarpsmessan, þarf biskup að berjast fyrir því að hún haldi velli? Já, við höfum alveg þurft að hafa fyrir því. Við höfum alveg þurft að hafa fyrir því. Þú hefur þurft að taka snerru eftir að þú varst biskup? Nei, það hefur svo sem ekki verið nein hótunum að taka hann í burtu eftir að ég var biskup, en ég hef alveg mig langar til að þetta verði sjónvarpsmessur. Eins og í Færeyjum? Já, og Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Já, það líka í Svíþjóð og Noregi? Já, en ég skil alveg að við erum samt svo fá. Þetta svo lítið land og það mjög dýrt að vera með sjónvarpsmessu á hverjum sunnudegi. En aftur á móti erum við með alls konar miðla til þess og það eru nokkra kirkjur sem til dæmis að streyma meira og minna frá öllu messum. Og þar náttúrulega alveg gríðarlegt áhorf, alveg óbúslegt. En mér líður sem blaðamanni eins og á einhverjum tímapunkti, kannski fyrir 15-20 árum, þá hafi svona gagnrýnin umræða það að það væri bara einhver trúarmiðja í samfélögum og hún hafi verið miklu meiri þá heldur en í dag og ég held líka það auðveldar að ræða fyrirbæri eins og Guð. Það auðveldar að segja orðið Guð í opinberri umræðu í dag en það var fyrir nokkrum árum og það kannski ekki endilega komið til að góðu. Það kannski einmitt út af þessum myrkri, út af þessum ótta og út af einhverjum hræringum. Hvað heldur að skýri það að unga fólkið hefur meiri áhuga á trúmálu núna heldur en áður? Ég held að sé vegna þess að hluta til allavega að það þarf haldreipi. Það þarf eitthvað stöðuleika, eitthvað að finna að einhvern veginn þetta snýst ekki allt bara mig. Að ég hluta af einhverju stærra og meira og það einhver aðri tilgangur. Og það eitthvað sem kemur þegar þú upplifir að heimurum verður óöruggari. Og þess vegna það ef til vill líka svolítið þannig með trúmálin að með aukinni lífsreynslu þá verða hlutirnir ekki eins svartir og hvítir. Og það að unga fólkið sé að sjá þetta snemma þýðir kannski líka að það aukin lífsreynsla hjá þessum hópi. Að börn í dag kannski eru að sjá og upplifa ýmislegt sem hefðu kannski ekki þurft að sjá og hefðu ekki átt að sjá. Já, akkurat. Og þá kirkjan alltaf þarna tilbúin að grípa þau. Þetta spyr einmitt svo stóra spurninga þetta endalausa upplýsingaflæði. Nú í rauninni skiptir voða litlu máli hvaða ákvarðanir foreldrar ætluðu að taka það til hvaða aldurs börn þeirra
væri heppilegast hve lengi þau ætti að bíða eftir því að vita eitthvað. Við erum náttúrulega ekki að fylgjast með því nema frekar fáir. Hvaða efnis þau eru að neyta á internetinu? Akkurat. Og það er bara allt opið og það er einhvern veginn allt í boði. Og það virðist vera að verða þannig og mun örugglega aukast með bara gervigreindin og annað að það verður erfiðar og erfiðar að greina sko fréttir og upplýsingar, bara hvað er rétt og hvað er satt og hvað er bara búa til og falsa. Og hvað þá fyrir sko ungt fólk sem hefur ekki neina reynslu af þessu. Þannig að þetta við þurfum eitthvað að gera hvernig það kemur að þessu. Ég veit ekki nákvæmlega hvað. Nei. Kannski vera meir í raunheimum. Já. En það að tala og gefa tóm og tengja og trúa og vona, svo þú segir, að reyna að efla skilyrði fyrir andlegt líf. Já. Er það ekki? Jú. Og kannski svona svolítið að normalisera að það er í lagi að eiga sér gott andlegt líf. Já. Það er að segja að gera það að einhverjum eðlilegum hlut. Það var einmitt það sem ég var að reyna, held ég. Þetta er akkurat orðalagi sem ég var að leita á. Ég held að þetta sé svolítið að þokast á þennan stað. Já. Það er ekki lengur skrítið að tala um trú. Það er ekki lengur skrítið að tala um trú. En það hefur samt komið mér á óvart í svona þeirri vinnu sem ég hef verið í innan kirkjuna undanfarið ár. Hversu mikið feimnismál trú er samt sem áður fyrirmarka? Já, fyrirmarka. Já, fyrirmarka. Að það er einhvern veginn, það finnst öllum ekki alveg sjálfsagt að ræða sína innstu trú. En það var líka einhver tíðarandi sem að nánast maður upplifði það að þetta væri alveg í besta falli hrikalega hallærislegt og í versta falli bara stór skaðlegt. Já, einmitt. Það er ekki svo langt síðan. Nei, það var eitt ármótaskaupið, þá var einhver grínskets það sem að það var meira í lagi að það kæmi einhver barnanýðingur og að skólalóðinni heldur en prestur. Já. Það er svona, auðvitað er það ekki þannig, en það segir samt svolítið tíðarandan þá, að svona, það var að fara að vara við prestum, það er verið hættulegi nálægt skólum. Já. Og við erum ekki þar lengur. Nei. Og það sem hefur líka gerst, held ég, er að ég held að til dæmis skólar flestir séu bara búin að átta sig á því að þegar kemur að sorg og þegar kemur að dauða og þegar kemur að þessum erfiðum málum þá er það kirkjunafólk sem að getur talað um það, sem getur komið á staðinn, sem getur verið í allra erfiðustu og sárustu aðstæðunum án þess að flýja eða eiga í vandræðum með það beinlínis. Já. Þar er reynslan af þessu og kirkjan kann þetta. Já. Við kunnum að fara með vondu fréttirna til fólks. Já. Eins hræðilegt og það er að þurfa að gera það, þá er kirkjan og fólk þjálfa til þess. Já. Og ég held að fólk sé svona að byrja að sjá það í samfélaginu og síðasta ár þá urðu svo margir voveiflegir atburðir, bæði hér fyrir sunnan, það var heilmikið fyrir austan og búið að vera aftur núna í vetur og ég held að þarna sé fólk að átta sig á því að í hvert einsta skipt sem þessi hluti gera, þá er kirkjan þar. Þá eru prestar mitt á meðal þess að leiða fólki gegnum þetta. Auðvitað koma aðrir að líka, en það er líka svo mikilvægt að vinna þetta saman. En svo er náttúrulega misnotkun trúarbragða og sem sagt öfga trú sem haldið er fram að sé í góðu yfirskinni og undir hatti trúarbragða. Það er líka annað að það er þá líka auðveldari farvegur fyrir komur að segja bara hið varasama í dag heldur en var. Til dæmis makarheifingin, hún sækir sitt til kristninnar, segja þau vitna í ritningagreinar og allt það. Þannig að þetta er ekki einfalt. Algjörlega. Og náttúrulega öfgar, hvort sem það er í trú eða vantrú eða bara hverju sem bara geta verið stór hættulegar. Og við sjáum náttúrulega alveg hvernig
trúin notuð oft á mjög öfgafullan og varasaman hátt, sérstaklega í Bandaríkjunum núna til dæmis, við sjáum það bara og hvernig trú notuð til að berja á fólki. Þannig virkar ekki kristin trú. Ég meina, Jesús hefði ekki farið að berja á fólki eða ráðast á minnihlutahópa, það var akkurat öfugt. Akkurat öfugt. Það alltaf okkar hlutverk að standa með fólki. Alltaf. Og þeim sem barið á. Þannig að þetta en trú hefur alltaf verið misnotið. Við vitum það. Trúarbrögð hefur alltaf verið misnotið. Því miður. Vegna þess að það náttúrulega hægt að misnota svo margt. Og kannski sérstaklega þegar trú verður hluti af pólitík og stjórnvöldum. Og stjórnvöld var að nota trúna til þess að til misbeitingar. Já, einmitt. Núna upplifa mörg okkar ógnina bæði úr austri og vestri og þá svolítið búið að kippa svona fótunum undan mörgum. Ég ólst upp í kalda stríðinu og maður svona fyrir flesta Íslendinga, ekki alla, en kannski 80% Íslendinga, það var svona ákveðin heimsmynd og maður var þarna í rétta liðinu, frelsinu og svona. En það ekki þannig lengur. Heimsmyndin að breytast. Hún breytt. Já. Og það svolítið skrítið að fóta sig í því. Það skrítið. Hvernig verður þetta? Og það ákveð óöryggi sem fylgir því. Já. Ég held það, Og ekki síst, þegar þetta eskalerast með einhverjum svona innanlands vandamálum sem eins og þeim sem við höfum verið að ræða. Já. Akkurat. Og það bara að segja aftur, kirkjan þarf að standa með fólki og alltaf þeim sem verður undir. Alltaf. Og það hlutverk kirkjunar að sjá vonina líka í myrkrinu. Og það líka von í myrkrinu. Hún alltaf. Þú tala mannamál. Við höfum haft embættismenn sem að tala svona háflegar í nótum en þú. Og eru kannski örlítið varfærnari í yfirlýsingum. Samt veit ég ekki. Þetta einhver lína bara hjá þér að það sé ekki tími fyrir neitt bullshit og hvernig það? Ég held að það sé bara forsenda fyrir því að geta að tala saman. Það að tala mál sem að við skiljum. Og vera ekkert að pakka hlutunum inn og flækja þá. Og ég held að ég hef bara alltaf gert það og ég hef gert það sem prestur alla tíð. Og legg mikla áherslu á það að predika á mannamáli, á tungumáli sem fólk skilur. Vegna þess að ég sé ekkert eins mikið gagn í öðru. Og ég ekkert viss að ég sé endilega til dæmis beinskeittari en forverar mínir. Ég nota kannski bara, ég tala öðruvísi, en ekkert endilega að segja svo mikið annað. Ég skil. Ég held ekki. Trúir því að kristin gildi séu einhver svona besta heimspeki sem hægt að styðjast við? Ég held það. Svo allra besta. En á sama tíma þá ætla ég ekki að taka það frá neinum að þú getur haft öll þessi góðu gildi þó þú sért ekki kristinn. Og það mjög mikilvægt að bera virðingu fyrir því. Vegna að annað líka hroki gagnvart þeim sem ekki eru kristinn. Og ég hef alltaf lifað og hræst í bæði, í einhvern veginn svona mörgum hópum, það sem lítil trú og mikil trú og allt þarna á milli. Og það svo mikilvægt að við berum virðingu fyrir öllu þessu, en kristin gildi þau bara standast. Ég meina það komin yfir 2000 ár og þau í fullu gildi í dag. Og þau grundvöllur okkar samfélags. Bursið frá tíðarandanum, hefur eitthvað komið þér óvart í starfinu, svona þessa rúmu rífu 12 mánuði sem liðnir eru síðan þú varst vígð? Það komið mér á óvart að það mjög gaman að vera biskup. Já. Áttur ekki von á því? Ekki svona gaman. Nei. Ég hugsaði kannski ekkit endilega mikið út í það hvort það væri gaman eða ekki. Nei. Heldur bara að þetta bara ákveðin köllun og sem að ég hef tekið að mér að sinna. En svo þetta svona ofboðslega skemmtilegt. Vegna þess að
Ég byrjaði á því að vera með skrifstofu biskups á ólíkum stöðum á landinu, þannig ég er búin að fara landið og svona bjóða på viðtalstíma og súpufundi og svona hitta fólki á ólíkum aðstæðum. Þú ert eins og Sinfóníuhljómsveit Íslands þegar hún tekur hringferð. Já, akkurat. Og það er bara svo frábært fólk í kirkjunni og það er svo gaman að vinna með kirkjufólki. Það er svo mikil bjartsýni og gleði og ég upplifa einhvern veginn, við erum öll að fara í sömu átt og það hefur verið mikil vinna þetta árið til dæmis í að bara svona svolítið draga frá tjöldin og lyfta upp því sem kirkjan er að gera á alls konar miðlum og þess að og það hefur verið svo ánægilegt að fá viðbröðin og ég upplifi svona mikið meðbyr í samfélaginu og mér finnst fólk vera til dæmis tiltölulega ófeimið að vinda sér upp að mér bara upp á Esju og ræða kirkjuna eða út í búði eða hvar sem er. Já. Og það er gott. Þú tekur því ekki illa? Nei, alls ekki. Ég er mjög til í það. Og svona, já, ég upplifi svolítið að við séum í sama liðinu. Að það sé meðbyr og það sé, já. Og þú minnist á Esjuna. Já. Hvað áhugamál hefur þau? Þú gengur á fjöll? Já, ég geng aðeins á fjöll, en ég er meira að hlaupa. Þú er meira að hlaupa? Já, ég er svolítið mikið að hlaupa. Það er svona mitt þannig og þar næ ég jarðtengingu, þar tengist ég náttúruna, þar tengist ég almættinu og einhvern veginn eftir erfiðan dag að fara út að hlaupa þá fer þetta allt af sálinni og ég kem einhvern veginn all bara miklu hressari tilbaka. Þannig þetta er eitt af áhugamálunum. Já, tekur svolítið tíma. Já, ég misti einu sinni hreyfigetu eftir að ég þríbrotnaði á fæti og ég gleymi því aldrei hvað var stórkostlegt að komast út í náttúruna, að geta gengið út í náttúrunni þótt ég væri haldrandi. Ég held að sé bara einhver sterkasta stund í mínu lífi og Íslands náttúra er náttúrulega bara svo gefandi. Og við erum með hann í bakgarðinum öll. Já. Það er eiginlega nákvæmlega sama hvað þú býrð á Íslandi. Já. Það er alltaf stutt. Já. Og það er svo dásamlegt og við búum við frið. Við gerum það. Og við skulum vona að þannig verðið það áfram. Ætli það sé ekki komið að því að ég þurfi að hleypa þér hérna frá rauða borðinu. Kannski mikilvægt samt að segja í lokina því að við rættum þarna eins þetta það eru margir óttaslegnir við stríð og það er ófriður í kringum okkur, löndin í kringum okkur er einhvern veginn að vígbúast meira. Við skulum samt ég hef nú samt þá von og trú að það verði ekki. Já, þú ert bjartsýn. Ég er bjartsýn og ég vil bara að það komi fram að ég er ekki hrættum að það sé að fara að skella á fleiri stríði nær okkur. Ég er það ekki. Nei. Og mér ástu líka aðeins koma inn á það áðan að óttin einn og sér er lamandi. Akkurat. Já. Þannig að ég held að við eigum bara að halda áfram að vera bjartsýn og hafa trú á hinnu góða í heiminum, hinnu góða í fólki og í almættinu, í Guði, sem leiður okkur áfram. Ef mér líður illa eða einhverju barni líður illa, hvað gerir það? Biðja, komið í kirkjuna, talaðu við prest, og líka bara talaðu við einhvern. Það er nefnilega alltaf hjálp að fá. En til þess að fá hjálpina þá þarftu líka að orða það sem þér býr í brjósti. Láta vita að sé eitthvað að. Akkurat. Kæra þakkir fyrir komuna. Það er búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við þig. Takk sem leiðis, gaman að koma. Og segir Guðrún Karls Helgudóttir biskup, við erum hér rétt að hefja dagskrána í kvöld, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, næsti kafli eftir andartak. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar
og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða núna skipulagða glæpastarfsemi og hingað eru komin Svala Ísveld Órafsdóttir sem lögfræðingur og dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Og með henni til fulltingis Helgi Gunnlaugsson, prófessor í afbrotafræði við Háskóla Íslands. Þetta gamli kennarinn ekki og leiðbeinandi í doktorsvörn. Heldur betur. Herðu, Svala, ég hafði samband við þig að því að þú ert að kenna skipulagða glæpastarfsemi. Já. Er það fyrir þá sem að hafa hug á því að stunda skipulagða glæpastarfsemi? Nei, ætli það. Þetta er mjög vinsælt námskeið í lagadeild Háskólans í Reykjavík. Ég hef kennt það núna árabil og upphaflega ætlaði ég nú að kenna það 4. hverju önn en það hefur nú farið þannig og fljótlega var ljóst að ég þyrfti að kenna þetta á hverju ári. Móti kennt í meistaranáminu og mikil eftirspurn eftir þessum kúrsi og ég upplifi að þeir nemendur sem kom í þetta vafalaust fyrir einhverju er það nú titillinn sem kannski laðar fólk að þessu námskeiði en mér finnst nemendur almennt hafa mikinn áhuga á að bara átta sig á íslensku samfélagi að þessu leyti, hvar við stöndum, hvert við stefnum, hvaða aðgerðir eru fyrirhugaðar, eru í gangi og hvernig gengur okkur að spyrna gegn. Já, bæði alþjóðlegri og innlendri glæpastarfsemi. Þannig að einhver leiti þá fjallar námskeið það að skipulögð glæpastarfsemi að aukast og kannski kerfin til þess að sporna við því hafa ekki haldið í við þróuna. Er það einhverjar aðferðir, einhver lög eða einhver tæki sem að aðra þjóðir hafa til þess að hemja uppgang skipulagðrar glæpastarfsemi? Já, við erum fyrst og fremst að skoða þessar áhættumatsskýrslur greiningardeildar ríkislögreglustjóra og bera þær saman í gegnum tíðina, hver þróunin er á Íslandi og setja það í samhengi við aðgerðir lögreglu yfirvalda til þess að sporna gegn þessu eða freista þess að sporna gegn þessu og átt okkur á stöðunni í dag og hvað er mesta og helsta viðfangsefnið og hver þróunin hefur verið því að hún hefur ekki verið okkur í hag, ef satt best að segja. Og sem dæmi má nefna að í þessari áhættumatsskýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra sem kom síðast út árið 2021, þar er staðhæft að Íslandi standi mjög mikil hætta af skipulagðri brotastarfsemi. Það er óvenju langur tími á milli skýrslna núna, við erum enn að bíða eftir næstu skýrslu og það eru komin 4 ár en mér skilst að hún sé á þröskuldi útgáfu og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig staðan er metin í dag því að ég held að við skynjum öll að ástandið hefur ekki batnað, það hefur versnað. Já, sko, þetta er áhugavert efni, sko, og við kennum þetta í afbrotafræðinni og mér líka, við erum með svona skipulega brotastarfsemi og ég man eftir því þegar ég var í framhaldsnámi í afbrotafræði í Bandaríkjunum á 9. áratugnum, það var skipulega brotastarfsemi líka svona efni sem við tekið fyrir í náminu og það var mestmegnis út frá svona mafíunni, sko, það var svona ítalska mafían og þetta allt saman hófst mjög mikið til í kringum áfengisbannið, sko, þá komu til upp hópar og sem voru að veita sem sagt áfengin í samfélagið ólöglega og þar voru undirheimar og það voru mikil átök og allt þetta og þetta voru allt svona skipt upp í nokkra fjölskyldur sem voru svona skipt á milli sinni sem ólöglega markaði og svo voru þetta átök á milli þegar þessi svæði, sko. Og þá var okkar fókus í afbrotafræðinni dálítið mikið á þetta og síðan hvernig þessi þróun hefði verið síðan, svo eru þetta áfengi löglegt og allt það, sko, og þá þetta mistu við vinnuna, þessir ágætu skipulegu brotastarfsmenn, sko, og það fóru margir í bara löglega starfsemi, en síðan, sko, kannski fóru þeir sumi hverjir og síðan urðu til nýjar hópar sem gerðu dálítið mikið út á fíknimarkaðinn, sko, þegar maríjúana var nú bannað hjá alríkinu, sko, 1937, örfáum árum eftir að áfengi var gert löglegt, að þá kemur maríjúana inn alríkið, setur sem sagt löggjöf utan maríjúana og svo var nú kannski lítil notkun af því næstu ára eftir, sko, en síðan þetta kom áfengið eða fíkninum inn á fullum dampi í 7. áratugnum, sko.
Og þá þetta verður til markaður sko og það má eiginlega segja kannski með skipulagða brotastarfsemi, þú veist alveg frá þessum byrjun þetta fyrir 100 árum með áfengi sko, að skipulagða brotastarfsemi snýst það að bjóða forbóðna ávexti sko. Það eitthvað sem fyrirðislega eftirspurn eftir í okkar samfélagi sem held ég svona vímuefnin og áfengi fyrst þarna og núna fíknefni í dag ýmsum toga. Og svo ýmislegt svona sem tengist því sko. Það er ólöglegur ávinningur sem getur verið farið í peningaþvottin í lögleg fyrirtæki sko. Það er mansal, það er handrukkun og það er alls konar svona athæfi sem svona alþjóðleg svona skipulegir brotahópar fara út í og það er alveg rétt sem Svala segir. Þetta hefur verið að þyngjast, það er að segja sko, það eru til dæmis eftir upphlaup Sovétríkjanna sko, og austurtjalsins, þá eru mjög margir þarna sem að leita sér að einhverju iðju og kannski komast ekki áfram nema kannski gegnum einhverja brotastarfsemi og þarna sjá menn ávinningar möguleika, þarna markaður sem hægt að hafa tölvöld mikið upp úr sko og menn að ná í þetta sem sagt að koma sér í þennan hagnað og síðan að koma út í löglega starfsemi og þetta hefur alveg örugglega þyngst sko, sérstaklega með þessa mismun sem á sér stað á milli þjóða og innan þjóða og allt þetta að gera út á þennan markað. Og þetta hefur þyngst. Ítalarnir í New York sem við höfum séð allar þessar bíómyndir. Það var náttúrulega hópur sem að þegar hann kemur þá eiginlega búið að taka bestu bitana í samfélaginu og hann kemst ekki áfram og hann strandar í New York. Í sollinum. Já, það er sko þessi... Og þá hafa þeir það sem græða og þá náttúrulega þeir selja vernd af því að þeirra hópur naut ekki verndar lögreglunar sem var meira og minna hinum einn og það er svona, við þekkjum það hjá innflytjendum að það er fyrsti innflytjendin hann hefur stundum pening af þeim sem að koma síðar. Þeir voru náttúrulega með áfengisöluna þegar það var bannað. Þeir voru í The Numbers að selja happadrætti þegar það mátti ekki en ríkið tók bæði yfir brennivinnið og The Numbers og lottóið og svo voru þau með vændi sem þau voru að selja. Það var nú kannski hér áður fyrir sko að þá eins og Helgi rifjar upp að við töluðum skipulagða brotastarfsemi í tengslum við smygl á áfengi og smygl á sígarettum og þetta var kannski svona helsta viðfangsefni íslenskra löggæslu yfirvalda hér áður fyrr í tengslum við skipulagða brotastarfsemi. Skipin voru að koma með áfengi og sígarettur og það var tollararnir voru að leita í þessu í hverjum krók og kima og fleira í þeim dúr en þegar að maður skoðar fjölmiðla umfjöllun þá sér maður að það í raun og veru ekki fyrir en 2002 sem að fyrst talað skipulagða brotastarfsemi almennilega í íslenskum fjölmiðlum og farið að veita því einhverja sérstaka athygli. Og ég man líka þegar að maður þetta var aldrei rætt til dæmis þegar ég var í laganámi, mansal var bara ekki, ég held að það orð hafi bara ekki verið til, það var bara aldrei nefnt. Og þannig að svona Palermo-samningun lagður fram árið 2000 sem átti að vinna gegn fjölþjóðlegri glæpastarfsemi og hann var það voru mikil tímamót með framlagningu hans og við síðan fullgildum hann 2010 og þurfum þá að breyta okkar hegningarlögum, innleiða til dæmis ákvæði að það sé refsivert að vera meðlimur í skipulögðum brotasamtökum. Við setjum inn refsi ákvæði mansal og peningaþvætti, þannig að... Má ég spyrja einu, hvernig getur maður verið meðlimur í einhverjum samtökum? Það er ekki eins og haldið félagskrá? Já, þessi skipulögðu brotasamtök eins og til dæmis mótorhjólagengin. Þetta var náttúrulega upphaflega þetta ákvæði kannski fyrst og fremst miðað að þessum mafíum sem við höfum nú kannski ekki haft hér en þetta hefur til dæmis undir þetta myndu falla til dæmis mótorhjólagengi sem að hafa svona tiltekna uppbygging og skipulag og það varðar viðurlög innan hópsins ef að þú brýtur gegn gildum þess eða hefða þér ekki samræmi við þeirra innri siðareglur og fleira í þeim dúr. Þannig að við setjum slíkt ákvæði í samræmi við Palermo-samningin en það kannski ekki fyrir en upp úr 2010 sem að við förum að beina sjónum og veita athygli svona skipulagðri brotastarfsemi hvort sem það yfir landamæri eða ekki þegar við bara töldum einhvern veginn að við værum svona ákveðið safe zone.
Og ég man alveg þá tíð þegar að maður áleitað að fíkniefna innflutningur að mestu leyti, smygla á fólki, skjalafall sem lauta vegabrefum og þessi hlutir væru prívat vandamál lögreglustjórans á Keflavíkurflugvelli, eins og það hét þá. Maður taldi að þetta væri eitthvað sem hann væri að glíma við í sínu starfi, en varðaði að öðru leyti ekki samfélagið. En nú auðvitað vitum við betur, þetta flæður auðvitað inn í samfélagið það sem að koma þar inn, hvort sem það Transit eða Ísland áfangastaður. Og þannig að þetta ekki lengur enga vandamál lögreglustjórans þar. Alls ekki, sko, þetta opnum landamæra, ég menn þetta auðveldlega á milli landa, þetta er fjölþjóðlegt og þetta snýst mjög mikið fíkniefna viðskipti. Fíkniefna viðskipti áður fyrir voru kannski þannig mjög mikið að þetta voru kannski svona neytendur sjálfur sem voru að standa í því að fá efnin kannski að utan, sko. Svona eins og Herbalife. Já. Þú fjármagnar eigin neyslu með því að selja næsta. Já, það má eiginlega mörgulegt að segja það, sko. Það hefur ekki dósvipað með það. Svona, þetta var svona alveg fram á þessu öld. Það var þetta bara mjög mikið í höndum bara þessar einstaklingar sem eru að nota þessi efni og þeir eru svona, en í dag hins vegar er þetta orðið miklu meira viðskiptavæddar, sko. Það sem við erum að hópa, sko, sem eru íslenskir og erlendir, sem reka þetta bara svo hvern annan business, sko. Við erum kannski sjálfur ekkert endilega að neyta þessar efna, sko. Má ég aðeins að því að þú talar hérna mafíuna og hún hafði náttúrulega svona vasa í samfélaginu þar sem hún naut virðingar og verndar. Hún tilheyrði einhverju samfélagi sem að sætti sig við hana með einhverjum hætti. Þú nefndir smyglarana sem að fluttu inn og sömuleyti voru margir sem að horfði í gegnum fingur sig við það að fannst þetta að vera hluti að bara hafa hér almennilegt samfélagi, að fá bjór og eitthvað fleira og eitthvað þetta standi í þessu og það var svo sem vitað það er til svona hugtök sem að ég man eftir á þessum tíma, til þess bryggjubíll, vitið hvað það er? Það er sá sem er fraktarasjómaður á náttúrulega BMF heima hjá sér, en þegar hann fer niður á bryggju og þegar tollararnir sjá að þá kemur hann að gamalli lötu. Og það er eina skipti sem hann notar bílina því að má ekki sýna ríkidæmi sitt. Og þú nefndir þróun fíkniefna markaðarins það voru svona dílerar og svona voru þetta einhverjir sem að notuðu ekki efni sjálfur en nang oftast var þetta eins og þú ert að lýsa og þannig að hefur hópurinn einhver leyti skjól í einhverjum hluta samfélagsins sem er sáttur við starfsemi hans. En síðan verður líklega eitthvað breyting eins og því að þið eru að lýsa eins og skipulega glæpastarfsemi sé svona eiginlega bara ógn að utan eða að innan sem er ekki þannig að kannski þarf hún þess ekki en ég myndi halda það til þess að vera í skipulegri glæpastarfsemi þá þarf að vera einhver hluti samfélagsins sem að styður þau í því. Og ekki? Það getur ekki verið algjörlega alien bara... Nei, akkurat, en það styðja þýlitunni til að þeir stundum eru að bjóða upp á vöru sem er eftirspurð eftir, sko. Þannig að þá væntanlega þeir sem eru að kaupa þessa vöru, þeir styðja þetta. Þeir eru að kaupa að þessari skipulegu brotastarfsemi. Þeir eru raunverulega viðskiptavinir skipulegu brotastarfsemi. Þess að þetta snýst, sko, spurning hvað þessi 50%, 80% skipulegu brotastarfsemi sem snýst fíkniefni og það er rosalega gróðið þar. Ég meina, við erum með marka sem bara skiptir milljörðum, sko, og ég meina, menn fara á neti að geta með sé að það er mjög aðgengilegs efni í okkar samfélagi. Það eru bara heilu hóparnir sem eru bjóða upp á þessu sölu bara með og getur fengið þessi efni bara á klukkutíma eins og þetta panta pítsu, sko. Þannig að þetta nefndu mínu vera að skoða núna bara allar síðustu misserum og við sjáum að aðgengi er mjög mikið. Þannig að þetta er einhver lengdur veruleiki okkar samfélagi sem kannski venjuleg borgarar kannski verði ekki beint varið við, en það virðist vera allt svona gegnsósa af þessum efnum í ákveðnum kreðsum og það eru kannski þessir aðilar og hópar sem halda úti skipulegri brotastarfsemi, við málu orða það þannig, sko. Og með tala sko, við sem áfengið og áður fyrir, menn var að smygla og alls konar áfengisbrot, þá er bara hollt fyrir okkur að hafa í huga að árunum sko 1929 til 1935, fyrstu ár Litla-Hrauns, þá satt helmingur fanga inni fyrir áfengistengt brot. Fyrir sem sagt smygl, framleiðslu og sölu. Hvað er að gerast á Hrauninu núna? Það er að segja 2025. Hvað eru margir sem sitja inni fyrir fíkniefnatengt brot? Það er sama hlutfall. Við erum að tala 40-50% fangana, þetta sem er eins og kom fram í fréttum helgina. Það er allt yfir fullt, menn komast ekki að. Það er þetta bara meira og minna, allt saman fíkniefnatengt brot, 40-50%. Og svo eru margar, sem eru margir teknur á landamærunum, oft konur, sem ég held að hún nefndi mansal sem hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Það er alveg klárt. Það eru konur í mjög erfiðri stöðu sem skulda
eitthvað staðar í útlöndum og fara fyrir eitthvað aðila með eitthvað efni til Íslands 1 eða 2 kíló á einhverjum basa og setja 1-2 ár og svo að senda burt sko. Þannig að þetta mjög mikið dæmi þetta. Ég fá þungadóma, já, enda fíkniefni í okkur eitthvað sem við lítum ákvæmlega sem bara alvarlegasta brotið í okkar samfélagi sko, fyrir kannski manndráp. Þannig að það eru mjög þungi dómar sem falla þar og við erum þarna með bara 10 og hverju ári, við erum talað kannski 100-200 einstaklingar sem sitja inn í réttarvörslukerfinu í okkur og mjög margir í gæsluvarðhaldi, Hólmsheiði og mikið konur. Við hefum aldrei verið með eins margar konur í varðhaldi eins og núna. Síðast þegar ég spurði það þetta, þá var 20-25 konur. Bæði í gæsluvarðhaldi og afplánun. Já, og þetta er meira vinna vegna fíkniefna sko. Þannig að þær eru í þessum flutningu fyrir einhverja dílara út í heimi sko, taka að sér að vera með 1-2 kíló inn í innvortis og eru teknar og setja það inn í einhver tíma og senda það síðan burt sko. Þetta er þetta mikið álag fyrir réttarvörslukerfið að standa í. Og tengsl þessa kvenna við Ísland eru bara eins og þessi túristar. Þær eru bara fengnar eitthvað staðar úti til þess að koma hingað, hafa aldrei komið hingað áður. En það er enda alltaf á listum þegar við erum að tala fjölda erlendra ríkisborgara í fangelsum eins og það sé hluti af einhverju hælisleitendakerfi. Já, hælisleitenda eða innflytjendur sko. Það er alls ekki sko, þetta eru túristkriminals eins og kallast í afbrotafræðinni. Það sem ég reyna að fá ykkur til að þetta tilheyrir undirheimum og til þess að þessi undirheimar að þá þarf að vera einhverju sem að hafa sætta sig við þá með einhverjum hætti. Eða er það þannig að það kemur skipulögð glæpaklassum sem að þröngva sér algjörlega upp á samfélagið og hefur raunverulega hvergi sko skjól eða stuðning að því. Eins og á við fíkniefnaneytendur, þeir vilja hafa þetta kerfi gangandi. Að skjóla þeim allavega, þeir næra þetta kerfi, það er að segja fíkniefnaneytendur og það er stóru markaðar núti, alls konar efni sko og þetta er það sem viðheldur þessu kerfi sko. Svo ég orðið spurningun aftur, það sem ég er að reyna aftur mig á, að því það er breyting. Er breytingi svo að undirheimarnir eru orðnir sterkari, það sem er meiri skautun í samfélaginu eða klofningur, eða eru þeir sem stunda skipulega glæpastarfsemi orðnir óforskamaðri, þannig að þeir geti stunda sína starfsemi í óþökk samfélagsins. Þá kenningin er svo að 1980 hefðu við hafnað þessu. Að þú hefur ekki geta gert þetta, þess vegna var það ekki til. En núna séu við komið í samfélag, þar sem það eru svona vasar í samfélaginu, þar sem að þú getur verið á þínum BMF og stunda þína skipulegu glæpastarfsemi og verið svolítið fínn maður í þínum hópi. Já, sko, við tölum löggæslana sjálfa, þeir sem eru að reyna að uppræta sem við köllum skipulaga brotastarfsemi, sko, þá talar að þeir hafi ekki raunverulega nægilega góð tæki og tól til þess að raunverulega afhjúpa þetta sem þú ert að lýsa, þess að ríki dæmi einhverja svona fíkniefna kónga eitthvað slíkt, sko. Þannig að þessi erfitt að snerta þá vegna þess að heimildir skortir til þess beinlínis að skoða þetta almennilega. Það er það sem ég heyri ég veit ekki hvað er til í því en allavega veit löggæslan veit ýmsa aðila sem eru að fitna mjög vel af skipulagðri brotastarfsemi en einhvern veginn virðast ekki alltaf með sem geta náð tangarhaldi á þeim sko. Stundu teksta, við erum með fjöldan allan í fangelsi fyrir þetta í dag þannig að þeir eru ekki beinlínis látnir í friði. En aldrei svona höfupörinu svo kallaða. Hann sleppur alltaf. Já, hann getur líka oft á tíðum verið erlendis og erfitt að hafa hendur í hárans en ég held að sko samfélagi sem slíkt vilji alfarið losna undan þessari áþján skipulagðra brotastarfsemi. Það er mín tilfinning. Hún er ekki samþykkt, það er ekki horft í gegnum fingur sér, þetta er ekki eitthvert efnahagskerfi eða neytendakerfi sem er undirliggjandi sem að svona hinn venjulegi borgar er að skipta við. Það er ekki mín tilfinning. Og við sjáum bara umræðu í fjölmiðlum og eins á hinnu pólitíska vettvangi og öllum þeim aðgerðum sem verið er að framkvæma núna, það verður að styrkja innviði lögreglunar með fjölgun lögreglumanna, með meiri peningum, það verður að bæta við tækjum, það verður að breyta löggjöf til þess að gera þeim kleift að nýta betur forvirkar rannsóknir og stíga inn ef að þeir telja, þó þeir hafi ekki beinar grunsemdir að á einhverjum í tilteknum aðstæðum geti verið brotastarfsemi eða brotahópar. Við sjáum til dæmis aðgerðirnar gagnvart
Hells Angels núna síðast, eða laugardaginn þarna 13. september og 2 vikum síðar. Mér finnst vera mikil vitundarvakning og mikil vilji til að spyrna gegn þessu og og almenningur sé þar í takti við löggæsluna, að við viljum uppræta þessa ógn sem okkur stendur af brotahópum sem að náttúrulega auðvitað svindla á hagkerfinu, þannig að þetta er óhagkvæmt skattalega séð, ofbeldi sem að fylgir þessu sem að við viljum gjarnan losna undan og svo líka svo staðreind og eins og sést á þessari skýrslunni frá 2021 áhættumati ríkislögreglustjóra og splunkunir í skýrslu frá greiningardeild ríkislögreglustjóra frá því í fyrra sumar sem fjallar ofbeldi barna. Þar sem að það eru áhyggjur af því að alvarlegum brotum hjá börnum, ofbeldisbrotum sé að fjölga og fleiri börn ítreki ofbeldisbrot og svo er alveg sérstakur kafli tileinkaður tengingum við skipulagða brotastarfsemi. Að þessir aðilar sem eru í skipulagðri brotastarfsemi, þessir gengi, þessi hópar, séu að teygja sig til barna og það eru vísbendingar og merkjum það á Íslandi líka og það er uggvænleg þróun sem við vildum helst geta ýtt frá okkur en við virðumst því miður vera stigin inn í þann veruleika. Já, þetta er alveg rétt. Þetta er svona hliðarverkun skipulagðrar brotastarfsemi og kannski eftir mótilaklúbb eitthvað slíkt sko. Þarna verður þá svona tækifæri aðgengi fyrir börn, oft í börni sem eru á jaðrinum í samfélaginu, að ná sér í einhver viðvik eða eitthvað hagnað eða eitthvað skona tekjur hjá þessum hópum, að gera ýmis konar viðvik fyrir þessi samtök og þá það sem við erum að gera, það sem gerist þar er að þá erum við að framlengja kannski lífverðni þessara barna sko, sem kannski tengist áfengi, fíkniefnum og afbrotum inn í líf fullorðna, inn í fullorðnisaldurinn sjálfan sko. Þannig að þetta er ákveðin hætta þessar skipulögu brotastarfsemi og við sjáum þetta mjög klárlega á Norðurlöndunum þar sem við séum sko einhverja sænska glæpaklíkur að ráða einhver börn sko til óhæfuverka í Danmörku og þannig fer þetta yfir landamæri og svo þetta með þessi svona ofbeldi undirrimi og Svalir að koma inn að þar höfum við dæmi alveg það að svona venjulegir borgarar lendi á milli, þannig að það er alls konar miski í gangi og mikið í húfi með þessa undirheima sko sem nærast á eins og ég nefni svona alls konar sko já, eitthvað sem er forbóð í okkar samfélagi, sko, það er svona eitthvað, það eru venjulegu borgarar sem halda þessu tótt úti, sko, þú veist, það verður eiginlega, og auðvitað fíklar og alls konar fólk sem er við vímurvanda. Þeir verður ákvæðu, þeir talir svolítið, þú talar að það sé í samfélaginu ákveðin stuðningur við þetta. Það er það. En Svala eiginlega hafnar því og talar að venjulegt fólk vilja losna við þetta. Já, það er ekki allir sem nota fíkniefni sko. Það er ekki allir, það er í samfélaginu sjálfu svona heildrænt séð. Það er mikil fíkniefnaneysla sem nær alveg upp eftir öllum aldri og gegnum alla stéttir og alls konar fólk. Gríðarleg neysla. Og þetta nærir hagnað skipulagðrar brotastarfsemi sko. Það er það sem við megum ekki horfa framhjá. Og svo er líka einn þáttur í þessum fíkniefnabrotum sem eru auðvitað kannski stærsta viðfangsefni skipulagðrar brotastarfsemi. Það er að Ísland er ríkt land og þetta er markaður sem að gefur svo vel. Hér er hægt að selja fíkniefni á svo dýru verði að þetta er svo freistandi markaðsland og það er svona á sama tíma og við getum auðvitað verið ánægð með okkar velmegun og hvar við stöndum þá er þetta okkur óhagstætt að þessu leyti. Að því leyti er erfiðara kannski að spyrna gegn því það er mjög freistandi að selja fíkniefni hér þó að einhvers væri margtekin í tollinum og svo tekst það í 7. sinn eða 12. sinn að þá raunverulega borgar það upp tapið af upptöku efnana í fyrri ferðum. Þannig að því leyti eru við líka svona, okkar farsæld er líka svona okkar óvinnur að þessu leyti. En ég held á heildina litið að þá styðji almenningur alls ekki við skipulagða brotastarfsemi. Ég er ekki að segja, ég er að segja svona vasarhæsana, hvort þú þurfir að hafa í eitthvað svona klofning eða ójöfnuð í samfélaginu í sambandi við völd og annars líkt þeirra að tala til þessum börnin sem fytt ekki inn og neyjast til glæpa, þetta er búið að vera þekkt bara áratugum saman og öldum saman eitthvað, það því að þarna fá börnin eitthvað respekt sem fá bara ekki annars staðar, því að ég get ekki verið tossin alltaf í Austurbæðaskóla, ég vil frekar vera dúksinn í glæpareifingunni, bara þengi verið möts. Akkurat, þetta er freisting, þetta er tækifæri. Og þannig og því fleiri börn sem að standa höllum fæti í þessu samfélagi, því það eykur líkurnar á því að þau geti einmitt leiðst inn á brautir sem að
sem að geta leitt þau miklu frekar til glötunar heldur en til velsældar. Það við verðum líka átt okkur á því og þess vegna er svo mikilvægt auðvitað þetta talum að þau þurfa að styðja við barnaverndarkerfið, styðja við meðferðarúrræði, auka sérfræði aðstoð til þeirra barna sem augljóslega þurfa á hana að halda. Þau bíði jafnvel ekki árum saman eftir aðstoð til þess að koma sínu lífi í styrkari farveg. Og við erum ekki að standa okkur vel í þessu eins og fréttir dagsins segja. Þetta er allt hlut af stóru myndinni, en ég held að almenningur í dag, og það vakti nefnilega líka athygli mína, hér áður fyrir því þegar ég var að kenna skipulagða brotastarfsemi og ég lét nemendur mína lesa þessa áhættumatsskýrslu ríkislögreglustjóra hættun á skipulagðri brotastarfsemi á Íslandi og hvar við værum stödd, þá lásuðu skýrsluna og voru oft á tíðum bara svona hissa og sagði, nú, já, er þetta virkilega svona slæmt? Því hún er kaflaskipt og tekur mismunandi birtingamyndir þessarar glæpastarfsemi og svona, það var svona eins og við værum að lesa fréttir sem við höfum ekki áttað okkur á. Núna í dag lesum við þetta áhættumat og allir finna að þetta er rétt og jafnvel eins og staðan er í dag, þá er þetta vanmetið. Þannig við skynjum öll núna að öryggiskend okkar er ógnað og við erum ekki á góðum stað. En við lifum á tímum margskipt sannleika. Þá verði ég að spyrja í þessu tilfelli, eru þeir sem eru að lesa skýrsluna núna og upplifa þetta sé satt, er það vegna reynslu þeirra sjálfra eða í næringur sínu, eða hefur bara þessi mynd af samfélaginu unnið? Þannig ég trúi henni núna sem ég átti í erfiðleikum með að trúa fyrir 10 árum. Já, sko ég vil nefni í þessu samhengi eitt atriði sem er oft notað til þess að svona greina það hvort það sé mikið svona skipulagða brotastarfsemi eða ekki. Það er hægt að nota bara hlutlæga mælikvarða til þess raunverulega að staðfesta þetta eða afsanna eða hvernig við viljum orða það. Og það er til dæmis varðandi óupplýst manndrápsmál. Ef það er einhver fjöldi þarna úti á upplýstum manndrápsmálum eins og við höfum reyndar á Norðurlöndunum, í Bandaríkjunum og Bandaríkjunum þegar á ekki svona helmingnum. Já, sko þannig að ef það er svo, það er hugsanlega merkið skipulagða brotastarfsemi, vegna að það eru bara fagmenn sem eru komað, það sem bara fólk hverfur og er drepið og það er ekki nokkur leið að greina eitt eða neitt varðandi geranda í því máli. Og það felst líka þá ákveðin ógn í því að þannig að ég sem vitni mun aldrei gefa mig fram. Aldrei gefa mig fram. Sko það er þetta. Þannig að spurningin okkur erum við með óupplýst manndrápsmál á Íslandi? Nei, við erum ekki með það. En við höfum haft manndráp á Íslandi sem hægt er að rekja til skipulagðrar brotastarfsemi. Það er þetta rauðagjörðsmáli sem er kannski skólabókardæmi, hluta til kannski guðlegsmáli, það er svona laus beislaður hópur sem setur sig saman að kúa einhvern einstakling eftir peninga og nota einhverja átillu til þess að fyrir fyrirslá. Ábyrtingu að það var hægt að ná í peningu þarna til þess að launa öðrum sem hafði tekið með í annan. Þar höfum við svona skipulag. Svo er annað, en hjá okkur sem sagt við getum beinlínis ekki kannski séð með manndrápsmálin, en samt sjáð merkjum það, algjörlega, en svo er það svona alvarlegar líkamsárásir sem ekki eru kærðar. Ég nefnilega held, og þetta er eitthvað sem ég myndi vilja fara að skoða nánar, að sé kannski talsvöld til það, vegna þess að það er þá ofbeldi í undirheimum og þetta er bara ekki tilkynnt eða kært, þess að menn bara þoraði ekki, sko. Þú veist hver er bak við þetta, sko, og þú ætlar sko ekki að fara að kæra hann, sko. Því að það verður bara slæmt fyrir mína fjölskyldu eða barnið mitt eða eitthvað, að þá ert í svona lifur yfir svona ógnaröryggi. Og vilt ekki missa hina hneskilina líka. Nei, vilt ekki missa hina hneskilina og málið ég er hansi hræddur að þetta sem meira við gerum okkur greið fyrir, að menn sé ekki að tilkynna það að verða fyrir jafnvel mjög alvarlega ofbeldi, að menn bara býtið af sér, sko, vegna þess ótta sem þeir lifa við og þetta er eitthvað sem ég, eins og ég segi, myndi vilja rannsaka nánar í okkar samfélagi, sko. Því að þarna verða þá eitt dæmi að skipulagða brotastarfsemi er búin að festa rætuldi í samfélaginu og er ógnandi fyrir ákveðna hópa í samfélaginu, sko. En með þessi skýrsla og sömuleyti það að við þurfum að auka viðspyrnu lögreglunnar til þess að eiga við þetta stundum, af því að maður er bara fæddur skeptískur. Stundum þá minnir mér þetta á svona ástand sem er í Bandaríkjunum núna, þar sem er verið að magna upp einhverja ógna óvininum yfir innra og þess vegna þurfum við að hafa meiri tæki til þess að kveða niður og annað slíkt. Það er ekkert svona sem að lögfræðingurinn óttast í sambandi við þetta, að verði til svona einhver svona stemming að til þess út af einhver svona hryllilegum málum. Það sé gert á mikið úr þessu. Já, að allt í einu erum við komið með lögregluna sem er bara hlera alls konar fólk og þeir fara náttúrulega bara að hlera að ég er nú svona vinstra mér í lífinu að ég vil bara vera að hlera kommunista og sósíalista, það er yfirleitt þeirra lögga færi meiri tæki til þess að gera hlera.
Já, sko, án þess að ég fari að taka sko einhverja endilega lögfræðilega mælikvarða á það, að þá held ég, þá mín tilfinning svo, ég hef svo sem auðvitað verið í þessum heimi sakamála frá því að ég lauk mínu lagaprófi, byrjaði að vinna hjá ríkissaksóknara og hef unnið innan löggæslunnar og dómsmálaráðuneytisins og í refsirétti svona í raun og vera mestu leyti alla tíð, þannig að maður hefur nú svolítið lifað þessa tíma síðastliðin 30 ár. Og sko mín tilfinningu svo ef ég lít tilbaka að við höfum vanmetið verulega í gegnum tíðina þá hættu sem að okkur hefur stafað af skipulagðri brotastarfsemi og við séum kannski fyrst núna að átta okkur á því hvað þetta langt gengið án þess að við höfum brugðist við því af þeirri festu og með þeim forvörnum sem hefði þurft. Ég upplifi samfélagi þannig í mínum huga að gera of mikið úr þessu. Það ekki mín tilfinning en hvort að einstök lagaákvæði mögulega geri það kleift að lögreglan geti misnotað aðstöðu sína. Ég skal ekki segja það en án þess að hafa forvirkar rannsóknarheimildir þá munum við alltaf verða eftir á, aldrei á undan. Eitt í þessu að það kemur fram hérna að hluta þessu bara EES-samningurinn. Opna landamærana og Evrópa er einn markaður. Því miður fengum við ekki í bankana og kannski voru vonast til að fá maturbúðir eða eitthvað til þess að draga eins úr ógrinu hérna. En við fengum dópið. Það eru erlendir aðilar sem hafa komið og séð eins og þú ert að benda á að Ísland er ágætis markaður. Það er hátt verð og það þetta bæði Íslendingar og erlendir aðilar sem eru bak við þetta sko, og þetta net viðskipta og ákveðin verkaskipting og allt þetta og stundur ná í einhverja og stundur ná í einhverja sem eru kannski ofalega í keðjunni en við erum kannski oft mjög mikið bara með smáfiskarna sko, sem eru svo til dæmis að smygla sko. Þannig að hluta til þetta svona óhjákvæmileg þróun en það getur líka verið hliðin af því væri það að þegar þessi þróun verður þá verður lögreglan að efla sig til þess að geta átt við nýja tegund af skipulagðri glæpastarfsemi sem oft bara rekin erlendis frá. Alveg klárlega og ekki bara rekin af útlendingum erlendis, heldur eru Íslendingar erlendis líka sko, sem eru bak við þetta sko, sem eru bara þess vegna í Suður-Ameríku eða Tælandi eða einhvers staðar og sjá bara þennan marka hér á Íslandi sko. Geta gert það sko. Það má kannski segja að sko að gott dæmi kannski upphafið af þessu sem var sýnilegt það hvernig til dæmis fíkniefna innflutningu náði yfir landamæri og var samstarf innlendra og erlendra aðila var líkfundamáli á sínum tíma. Þar sem að þessi maður sem að lést vegna þess að hann kom ekki frá sér þessum hylkjum sem hann hafði gleypt að hann þar virtist aldrei hafa náðst í höfuðpaurinn en hann var frá Litáen að mig minnir, hann kemur með þetta í iðrónum til Íslands, þar bíða hans íslenskir samstarfsmenn sem að sækja hann á völlin og fara með hann heim til sín og reyna svo að hlúa að honum án þess að leita til læknis, þannig séð nema bara svona kannski neðanjarðar. Og það enda með því að hann deyr og þá afhjúpast þegar að líkið af honum finnst að það vissi náttúrulega enginn að þessi maður var hér almennilega á Íslandi eða hans væri saknað. En það svona svolítið tímamótamál allavega svona í lögfræðinu og í minni kennslu það að þarna allt í einu sáum við að þarna var komið samstarf á milli landamæra í fíkniefna innflutningi, ég ekki að segja það hafi ekki gerst áður, en þarna fengum við að beint í andlitið og það markaði svona ákveði upphaf að því að við opnuðum augu okkar fyrir því að þetta væri ekki bara erlendir aðilar eða bara innlendir aðilar, heldur væri þetta samstarf Íslendinga og útlendinga. Ég man eftir í einhverju af þessum skýrslum lögreglum, þá kom þetta mitt fram að það var eiginlega einkenni á íslenskum undirheimum að þar væru samstarf á milli ólíkra hópa. Það væri ekki bara albanska mafían eða eistneska mafían eða þegar ég var ungur maður í Lundi þá var búlgarska mafían sem rak næturklúbba því að glæpamenn gera það sem hið opinbera gera ekki, þannig að það var farið í búlgarska næturklúbb. Þeir kannast við þetta þessi svona og þú varst að tala Rússa eða fall Sovétríkjanna og rússneska mafían í Bandaríkjunum og það er talað við þekkjum þetta bara úr fréttum, alls konar. En það var talað að einkenni á Íslandi væri það að þetta væri miklu blandara. Þetta væri blandaðir hópar, eða bara atvinnu glæpamanna sem að gætu stundað viðskipti við fjarskylda
stundum með mafía þannig að það borgar sig að skipta við frændaðinn af því þú ert að eiga viðskipti yfir landamæri og annað slíkt að hinn ókunni mun alltaf svíkja við endanum þannig að þess vegna eiginlega betra að vera með þetta í ættinni. Já, tilfinningatengslin. Blóðið þykkara vatn og allt það en það var eiginlega einkenni á íslensku undirheimum að þarna væri samstarf á milli ólíkra. Já, það hefur rétt. Við fengið alveg dæmið það sko, það sem mörg þjóðurinn komið sög ákveðna mála sko, mandarsmáli, rauðakerri til dæmis ákveðið dæmið það sko. En það svona, þú veist, veltur stundum fyrir sér tungumálunu, þú veist, þetta hvernig menn geta kommunikera beint á milli sko, þegar menn koma á kannski svæðum þar sem kannski menn tala ekki ensku eða eitthvað slíkt sko, en menn verðast eitthvað leyti hafa geta komist yfir það, en þetta eru alþjóðleg net, alveg klárlega sem bak við þetta. En svona almennt má samt segja þetta, orða þetta eitthvað þannig. Þetta eru svona skipulögð brotastarfsemi, þetta eru svona götustráka samtök meir og minna. Þetta eru raunverulega yfirleitt oft bara fólk sem kemur úr bara kannski neðri lögum samfélagsins og einhverju leyti að byggja sér saman til þess að hafa eitthvað upp úr þessu og verða ríkir og allt það sko. Þetta er ekki úr efri lögunum sko. Þetta er ekki efnahagsbrot eða neitt slíkt sko. Þetta er svona áhugavert að skoða þessi stéttalegu ljósi sko. Þá eru skipulagðar brotastarfsemi sem kemur raunverulega úr svona hópum svona sem einhverju leyti hafa staðið illa sko, bæði efnahagslega en líka félagslega, menningarlega, eins og Ítalirnir með í Bandaríkjunum sinni tíð sko, því að þeir voru ekkert velkomnir sko, þú veist, þeir ætluðu að fara að kjósa eins og hver annar og ætluðu bara verða jafnvel forseti í Bandaríkjunum, þetta er eitthvað sem voru búin að koma sér vel fyrir sko, vildi ekkert sjá sko, og svo voru við drekkandi vín á daginn og svona, rauðvín og svona, þeir líst ekkert á þetta sko, þannig að það láta menn vita af því, hverju stjórnaði í landinu sko, þannig að sömuleyti er svona ákveðin slagsíð í þessu öllu saman sko, sem útskýra vegna þess að það er litið á að það sé miklu hærri glæpatíðni með innflytjenda og þá viljið því líklega koma og það er vegna þess að innflytjendur eru fjölmennari í lægri stéttunum, þeir eru fjölmennari með þeirra hópa sem að fá ekki inngöngu í samfélaginu, hafa ekki bakland og þannig að ef þú leiðréttir fyrir þessu þá er þetta ekki þjóðerni sem ræður heldur en staðan í samfélaginu. En svo er önnur skýring á því líka því að nú er líka kenning sem gengur út af það í afbrotafræðinni að löggæslan hafi meiri gætur á jaðarhópum og innflytjendum þannig að það sé miklu aktívari löggæsla í kringum þetta fólk ekki af því það fremji endilega fleiri brot en þau uppgötust frekar. En talandi um fjölþjóðlega glæpastarfsemi því að hún er vissulega mikil ógn hér á Íslandi ásamt öðru að ég var í tengslum í mína kennslu þá skoðaði ég ársskýrslu ríkissaksóknara 2013 sem er aðgengileg á netinu og engin eldri en það og þá sá ég að fjöldi ákærðra einstaklinga það var auðvitað tiltekin tala, hún var á milli 1 og 2000 að hlutfall erlendra ríkisborgara sem höfðu verið ákærðir á Íslandi þá var 10%. Og bara svona til þess að ef að þetta eru mælikvarðar en í nýjustu ársskýrslu ríkissaksóknara sem er frá 2023 ef ég skoða fjölda ákærðra einstaklinga sem eru líka í kringum 2000 að þá er það 31% þeirra eru erlendi ríkisborgarar. Og þetta er bara athyglisvert og auðvitað er hér og þar voru til dæmis Pólverjar fjölmennastir sem eru auðvitað eðlilegt líka því að við höfum verið að biðja þetta fólk að koma til Íslands til að vinna og hér er fjölmennt auðvitað pólskt samfélag. Mjög stórt. Mjög stórt, já. 20% þjóðurinn eru erlendir ríkisborgarar og það eru helmingur eru Pólverjar sko. En það var bara svona, ef maður lítur á þetta sem einhvers konar mælikvarða eða vísbendingu að þá höfum við á þessum 10 árum farið úr 10% ákærðra einstaklinga af erlendu bergi brotnu eða erlendi ríkisborgarar yfir í þriðjung og það er alls það er mjög mikil breyting en það er líka mjög mikil breyting bara varðandi sko útlendinga á Íslandi með bara síðan 20-30 árum sko og svo verðum við líka greina betur hverjir eru þessi 30% útlendinga sem ákærðir sko þú veist þá þarftu að taka burðardýrin frá því að það eru bara túristar og já það er túristar og það er bara eins og því að ég skoða þetta og svipaleiti 2015 með fangelsins sko verið fangelsins útlendingar eða Íslendingar að þá komst ég að því að meðal þessar útlendingar í fangelsi það var helmingurinn bjóð ekkert á Íslandi sko. Það var bara einn í fangelsi að sitja af sér eitthvað
einhver brot sem þeir voru komið til Íslands að hluta skipulögðu brotastarfsemi eins og til dæmis bara innbrot, þú veist, bara þjófnaðir í búðum, þú veist, eitthvað slíkt og auðvitað fíkniefni mestu auðvitað, en það hafa verið skipulögðu glæpahópar sem hafa herjað á Ísland hérna, sem koma beinlínis bara hingað til þess að stela og brjótast inn og allt þetta. Það koma bylgjur af þessu hópum hérna hingað inn. Við vitum þetta síðustu ár og einhverjir hafa verið teknir, endi í fangelsi, en þeir hafa ekkert með Íslandi sjálfs að gera. Þú veist, ég meina þannig að þetta oft blandast alveg umræðan þannig, sko, þetta séu bara útlendingar á Íslandi, þeir hafa komið glæpi til Ísland, sömu leyti, en greinum þetta aðeins niður, þeir sem búa hérna, sem innflytjendur, þeir eru ekkert að fremja fleiri brot en ég vil segja, þetta kannski vísbending þessa fjölþjóðlegu glæpastarfsemi að þetta rennur í gegnum Ísland og við þurfum að vera, sko, ég ekki að segja það að þetta séu útlendingabúsettir á Íslandi, heldur en þetta merki þessa ógn sem okkur stendur af brotastarfsemi yfir landamæri. Þannig þegar fólk að leika sér núna að reikna í huganum, hann að rúmlega 30% eru meðlend ríkisfangi í fangelsónum, það eru 21% íbúana sem eru þá eru við að taka líka túristana sem eru hverju sinni, þannig að þá eru við kannski komið með útlendingana upp í 27% af þeim sem eru á Íslandi hverju sinni, af því að hluti af þeim sem eru í fangelsi hafa engin tengsl í Ísland en bara að vera túristar. Þú nefndir Búðarhnupl. Það er ég vesla í búð á Laugaveginum og þar er komin svona öryggisgæsla, bara 2 ár síðan það gerist. Stendur alltaf einhverjir menn við kælinn einhvern veginn að fylgjast með konunum. Ég býst að þetta sé vegna þess að þetta er ekki vegna þess að svona venjulegt Búðarhnupl, einhver sem á ekki fyrir smjörstykkinu. Nei, akkurat, því þeir sem eru með samtök svona verslunareigenda, þeir hafa oft komið fram og vera fjallum með þetta með Búðarhnupl og þeir vilja tengja þetta mjög mikið við svona erlend glæpagengi, Ekki mikið að þetta sé svona vandi sem beinlínis Íslendingar sem gera þetta bara venjulegir Íslendingar, kannski alltaf eitthvað, kannski börnuð eitthvað, en í raun og veru það sem er mestur kostnaðin er einmitt bara svona skipulögð brotastarfsemi í kringum Búðarhnupli, Þannig að hugsanlega er þessi gæsla sem þú ert að verða vitna, að einhver leiti hluta því. Það er alltaf, alla daga. Þannig þeir eru væntanlega til að spotta eitthvað slíkt, hvort það sé að einhver professional þjófar. Þetta kostar að vera með... Já, þetta fyrir beint í verðið okkar, þið vitið það. Við hækkum aðeins verðið bara túkall á allt, þannig að við borgum fyrir þessu löggæslu, en samtök verslunareigenda hafa með talað þessa hættu, þannig að þetta sé mikil kostnaður fyrir þá og það er svo sem engin ástæða kannski beinlínislega að rengja það, ég reyndar að vera ofta að reyna að tengja þetta við gögn lögreglu sambandi búðaþjófnaði og það sýnist mér þetta bara mikið vera Íslendingar, alls konar Íslendingar og þá er oft talað þessi meira konur, meira oft bara konur og eitthvað oft talað þessi bara konur að stela en kallar eru samt algengari sem þjófar í búðum, en konurnar eru reyndar aðeins hærra hlutallar en maður sér í öðrum brotum, en allavega þegar maður ber það saman við þessi lögreglu þá sér maður ekki alla þessi útlendu glæpahópa beinlínis í gögnunum hjá þeim. Kaupmennirnir halda því fram. Já, en samtök verslunareigenda þetta halda því alveg fram og þeir hafi alveg örugglega fyrir sér í því, En ef það væri að þá ætti að vera til svartamarkaður fyrir stolnar vörur. Í einhverju máli sem held ég að við uppgötast að þá kom fram að þetta var bara sett í gám og út. Já. Það er örugglega til í, bara í mörgum tilfellum og svo er ekki alls konar svona netinu ég veit ekki hvað það heitir, bland.is eða eitthvað, ég átta mig ekki alveg á því, en væntanlega er eitthvað sekundari markaður hérna á Íslandi, það sem menn er að selja með svona stolnar vörur, og svo er þetta eins og þú nefnir líka, þetta er mikið kannski útlendinga bakveita og þeir eru með einhverja leiðir að koma þessu út úr landi gegnum gáma, það er ekki að skoða kannski einhvern einasta kámsu frá Íslandi, þannig að ég býst þessi eitthvað slíkt, þannig að séu menn með eitthvað slíkt á bakvið, Þetta er það sem að ég verður við og vera skipulagði glæpastarfsemi, það er öryggisvörðurinn í Bónus og í Kjörgarði. Já, en svo er bara að fara á skemmtanalífi, maður reynir að átta sig á því. Ég hef stundum með stúdentarna, það gera eitthvað verkefni, að reyna að fara út á skemmtanalífi og reyna að átta sig á því varðandi með fíkniefnamarkaðinn. Það kom fram í bankastrætismálinu að þar voru dyravarða klíkur sem áttu að stóru leyti fíkniefnamarkaðinn inn á stöðunum. Það kom fram það. Þegar maður las þetta, auðvitað er þetta þannig, þannig að dyravörður ræður hver er á staðnum. Þannig að einhver tíma kemur dyravörður og segir að ég ekki bara taka þetta yfir. En þessi viðskipti sem fara hér fram, af hverju er ég að hleypa þér inn að selja og fá eitthvað kött hjá þér.
Ég bara tekið yfir. Þá fannst sem að koma í ljós að það voru svona nokkrum stöðum og þetta voru eiginlega erjur, þetta voru landamæra, svæðiserjur, tveggja klíka. Akkurat, það er það sem við fengum í fréttunum með þetta, sko, það væri það og það er engin ástæða að lefast það. Það var klárlega eitthvað þarna í gangi, sko. Það er erjur á milli hópa saman til gæslu, sko. Þannig að það er megin starfsemi þar er lögleg, það er að segja þeir eru dyraverðir. Svo er þetta eitthvað hliðardæmi, væntanlega, hugsanlega, sem er í gangi hjá þeim, sko. Vegna þess að löggjöfin skipulega brotastarfsemi, þá er þetta spurningin það, sko, að þetta eru svona samtök einstaklinga sem er að fremja brot sem er alvarlega einhvað 4 ára í fangelsi, eitthvað slíkt, sko, og þetta er þeirra megin niður, eða raunverulega það sem er að gera, sko. Og með þessa hópa, þeirra megin niður að vera í dýragæslu, sko. En svo erum við þessa auka búkarinn, sko. Þannig að þetta er spurning svona grátt svæði í löggjöfinni, þú veist, við tala þetta kannski skerpa eitthvað á löggjöfinni, sko, varðandi það, vegna þess að ef maður skoða löggjöfina og þessara dyravarða og segjum að þessi skipulegir glæpastarfsemi, sem margir halda, að þá eru strax konar í grátt svæði varðandi það hvort það sé hægt að beita þessi ákvæði á þá, sko. Ég veit ekki hvort að maður þurfa að taka það fram að þetta samtal okkar er ekki það að allir dyraverðir séu. Nei, akkurat. Ég myndi alveg sjálf það taka það fram. Við erum bara í tengslu með þetta bankastæðismál, sko, að það koma einhver sögæri. Þetta eru fullt af dyraverðir sem kom ekki nálægt þessu, sko, og alltaf er rétt að vona það og ég er alveg sannfærður að svo sé. En við tökum eftir í samt við dyragæslu, það er töluvert mikið líka útlendinga í þeim störfum, sko. Þú veist, þannig að þetta bara virðist vera einhver vettvangur, bara útlendinga, bara ágætis útlendingar, bara heiðvirðir og allt það, en þeir fá starf í þessu. Þeir eru jaðri vinnumarkaðar eins og þetta er svona dæmi svona harkakerfið að vera í dyravörslu. Það er kannski ekki sérstaka sérfræði kunnáttu og annað, þannig að þetta eru störf sem er þá frekar kannski auðvelt að fá. Já, svona vaskur til líkama og svona. Já. En varðandi þess að svona póka í samfélaginu, eitthvað er svona stundum með tíska og við erum búin að vera að tala í Bandaríkin að það komið þess að tíska frá skipulegri glæpastarfsemi að klæða sig eins og þeir. Það líka þegar heitulyfjasalan fór upp í Harlem og þá kom svona tíska í kringu það og það er reyndar oft þannig að glæpamenn búa til tískubylgjur. Það er bara einhver leiti þannig að þetta er eitthvað svona goth punkað einhver svona jaðarhópalúk. Já, kannski ekki við fyrir mikið skiptum klæðna, en kannski krakkarnir. Já, krakkarnir sem eru kannski með það, sko. Við sjáum þetta bara í dægurmiðlunum, við sjáum þetta í kvikmyndunum, við sjáum Scarface myndina sem ég býst að þið munið eftir og allt þetta er svona rákveðin rappið, sko, við sjáum rákveðin ljóm yfir þessu og þetta er að þannig þegar kemur svona tíska inn í kannski unglinga menninguna, það er að segja mér sem kannski verið jákvæðar athugasemdir lífstílinn, svona útlaga lífstíl og fíkniefnaneyslu eitthvað slíkt, sko, þetta hefur alveg áhrif, sko. Þetta er þess að vera með hníf. Á einu tímabili hvað er aðverð þetta hníf, segir ykkur, en núna segir það enginn, sko. Hníf. Já, einmitt viðurkenna þýletin til, sko, jú, þetta er með hníf, ég ætla til að verja mig, sko, því það er svo mikið alls konar skipulum glæpabróta hópum að úta, ég ætla sjálfsagt ekki láta það vallt yfir mig, sko, þannig að það er komin einhver slík hugmynd að ferða inn í skemmtarnalíð. Ég held reyndar vona að þetta sé nú mikill útleið hjá okkur og hafi kannski aldrei náð beinlínis að festa rætur þessi hnífabröður opinberum vettvangi, af því að við vorum með mikið átak gegn því, sko, og þetta vona maður hafa haft áhrif, sko, en þetta var samt hægt að benda á merki þetta í tilteknum hópum á Íslandi fyrir 1 eða 2 ára síðan að hnífur var eitthvað sem væri nauðsynlegt að bera vegna þess að þetta væri bara svo kaltan úti. Til að verja sig, það var bara voru rökin til að verja sig. Fyrir 15 árum voru svona handrukkarar voru eiginlega svona áhrifavaldar, komu mikið í viðtölum og það var svona glamúrvæðing ofbeldi. Sá sem mest bara á hann er reynda fallin frá en hann var svona, allir hissa að byrja okkur þetta orðið eitthvað stórstjarnar hérna, þekktur handrukkari. Og svo líka kannski að maður geta sýnt eitthvað ákveði ríkidæmi og verið flottum fötum og eitthvað svona glæsilegt að þú út með barnum og kaupa dýrustu kampaðin eitthvað svona. Þetta verður glæsilegt í augum sumra, einhverja. En ég nefni þetta því að mér fannst áhugavert þegar hérna í Guðvinismálinu, þegar sakborningar eða þeir sem voru dæmdir að labba út, að það var eitthvað svona tónn í þeim sem að mér fannst sérstakur. Í fyrsta lagi þá voru þeir ekki að hylja andlit sitt. Einn er að labbað út og sagði það er ekki alltaf jólin, sem er svona það sem þú segir ef þú ert bara búin að finna þína hillu og þú veist það gengur stundum vel í vinnunni og stundum gengur illa og þannig að þetta hljómar eins og maður sem ætla bara að vera í þessu bransa og hinn sagði eitthvað svona Gucci eitthvað sem er eitthvað
Það er allavega ekki neitt merki svona yðrun eða eitthvað samviskubit. Og tónni, svona, ef ég hefði verið að horfa á þetta sem svona bíómynd, þá þetta eru persónur sem telja sig vera réttir í hilli lífum. Já, þeir eru bara búin að tengja sig þessum lífstíl og það sem hann var að gera, sko. Þeir voru ekki nappaðir og sagt, úpsi, nú verði ég að vera venjulegur. Það var ekki þannig. Nei, þetta var ekki þannig, sko. Það var merkilegt, sko. Þessi viðbröðu mitt og akkurat varandi það, sko. Það væri bara einhver lífstíl sem væri bara hluta á hann, sko. Sem hann skammaði sér ekkert fyrir, sko. En það margt í þessu og það til dæmis hvernig þessi glæpahópar teygja sig hingað og þangað innan samfélagana og valda mikilli ógn og skaða og núna sjáum við til dæmis að sænsk yfirvöld eru með það í pípunum og hafa gert drög að frumvarpið sem að lækkar í tímabundið í 5 ár sakhæfisaldur niður í 13 ár. Þannig að 13 og 14 ára börn eru sakhæf ef að þau eru viðriðin alvarleg brot sem geta varðað 4 ára fangelsi eða meira. Og það til þess að koma böndum yfir þá sprengjuárásir, alvarlegar líkamsárásir og morð. Og þetta nú ekkert svo sem þetta frumvarp hefur ekki verið lagt fram í þinginu. Ég gæti nú ekki séð það, ég var að skoða þetta síðast í gær og engin fullvissa fyrir því að þetta verða lögum. En þetta kannski bara sýnir okkur hversu mikilvægt það fyrir okkur að hlúa að börnunum og ungmennunum á Íslandi þannig að við séum ekki til þess að reyna að draga úr náttúrulega bæði ógæfu þessara einstaklinga og þeirra sem eru í kringum þá og eins til þess að koma í veg fyrir að þessir hópar sem eru á þessari vegferð að fremja glæpi, endurnýjunin sé þá allavega minni. Þannig að það kannski það sem að mér finnst mesta áhyggjuefnið hér á Íslandi, það að reyna að vernda þess börn og ungmenni fyrir þessum lífstíl og þessu fólki og þessum heimi sem eins og kolkrabbi. Hann næra að teygja sig svo langt. Kolkrabbinn er í lögunum, sko, en ekki kolkrabbinn í hefri lögunum. Nei, ég meina það. Kolkrabbi í þeirri merkingu að hann seilist svo víða. En í öllum öryggismálum að þá alltaf annarkvort notarðu svona hard power sem að auka getu lögreglunar eða þú getur notað soft power að reyna að draga úr misskiptingu eða jaðarsetningu og fleira sem við vitum og nærum þetta. Best væri ef þetta væri samhliða myndi ég halda eins og staðan núna allavega meðan við erum að koma böndum yfir þetta. Mér finnst þessar hugmyndir. Við höfum aldrei komið böndum yfir skipulagða glæpastarfsemi með ofbeldi, sko. Þeir bara vopnast. Þegar við erum að vitna til sögu Bandaríkjanna. Já, og þá ég nú kannski að meina. Þar eru komið lögregluna bara, ég held að séu bara komið með hríðskotabissur, út á götu. Trump komin með þjóðvarliði bara alvakna á Vesturlandagötur. En það nú kannski eitthvað þarna á milli, en ég held að staðan í dag og svo óksum okkur stendur og skipulagðri brotastarfsemi hafi gert okkur ljóst að við höfum ekki sinnt því sem skyldi. Við höfum ímyndað okkur að einangrun Íslands og fjarlægð frá öðrum löndum væri einhvers konar, gerði okkur einhvers konar safe zone, en sem bara ekki veröldin lengur. Bæði það neti sem hefur breytt þessu, en líka þessi auðveldu flutningar á milli land og þetta aðgengi. Það hefur leitt til alvarlegri stöðu fyrir Ísland heldur en kannski. Ég veit ekki hvort þá segja við höfum áttað okkur á, kannski áttuðu menn sig á því en höfðu bara ekki tæki og tól og mannskap til þess að gera það sem þurfti. Nei, við sjáum þessar áhyggjur á Norðurlöndunum, þess að Sala kom inn á, sko, ég finna í Danmörku og Svíþjóð, það í undirbúningi svona einhverju löggjöf að þyngja refsingar sem í tengsluðu skipulagða brotastarfsemi. Að ef þetta hluta einhverju gengi að þá bara tvöföldu við refsinguna, sko, það sýnir bara svona ákveðna líka örvæntingu, það sama líka núna eins og Svalar að koma inn á að gera börn sakhæf bara, 13 ára börn séu bara sakhæf eins og fullorðnir einstaklingar, þetta svona, mér finnst þetta eins og segi, lýsa svona ákveðna örvæntingu hjá Svíum, það eru að horfa upp á þetta að börn eru notuð til alls konar óhæfu verka eins og til dæmis að sprengja eða drepa og eitthvað slíkt og þeir einhvern veginn telja með því að beita þessu réttlægustu úrræði að þá geta einhverju leyti haft heimil á því, sko. En ég held að menn þurfa að grípa meira til svona að horfa til lengri tíma með forvarnir og þessara jaðarhópa sem einhverju leyti dragast inn í þessa starfsemi eða gera eins og lefna einhverju leyti
á sama tíma, bæði þessar hörðu aðgerðir og þessar mjúku aðgerðir en þessi leið að fara tvöfalda refsingar og gera börn sakhæf, ég er ekki viss að það sé leiðin til að fara áfram sko, en forvarnirnar sé mikilvægri með það Stundum er umræðin þetta fer eiginlega í svona 2 farvegi. Annars vegar þetta sé ógn sem að kemur eiginlega utan að samfélaginu okkar. Eða þetta sé sjúkdómseinkenni í samfélaginu okkar. Og það er svolítið munur á því hvað þú horfir á þetta. Og það er kannski freistandi ef þú horfir á þetta sem ógn og utan þá bara verður þig fyrir þessu. Og horfir kannski ekki á það hvað við erum að gera til að fóðra þetta. Já, þetta getur verið hvort tveggja. Það í dag þetta alveg svona orðið, þetta alltaf samblanda, þetta ekki svo í gamla dæma sem opið, þetta hlýtur utanbæjarmaður sko, þetta náttúrulega þekkt sko, að vera að ógnin koma utan sko, en í dag við þessu opnið landamæri, þá erum við meira og minna bara, það eru þúsundir sem koma inn á hverjum degi til Íslands, inn og út sko, þannig að þetta orðið mjög fjölþjóðlegt allt saman, alþjóðlegt, þannig að þetta alveg rétt hjá Svölu, þetta er ekki sama vörnin eins og það var sko, við upplifum þetta alltaf þannig, það væri utan að koma út óg sko, bæði fíkniefnin væri svo baktería sem kom 1970 sko, eða COVID eða eitthvað slíkt sko. Nú vitum við einhvern veginn að þetta er auðvitað líka framleitt hér á landi. Þetta er Íslendingar í þessu og allt það sko. Þetta er komið einhvern veginn til okkar. Þetta er mjög áhugavert umfjöldunarefni, enda er þetta eitt af vinklunum á samfélagsbreytingunum sem við erum að upplifa. Alveg klárlega sko. Svala og Helgi, kærar þakkir fyrir að koma og ræða skipulagða prófessorssoni. Við ætlum að vera áfram með rauða borðið, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og næsti kapli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá komið að því að reyna að skilja það sem að gerast vestanhafs. Við höfum fjallað Trump-tímann með svona ólíkum hætti og eitt sem við erum að reyna að gera er að reyna að skilja svona þær kristnu hugmyndir sem að eru hluti af makarhreyfingunni og svolítið hluti af þeirri svona stefnu og áherslum sem að má heyra frá ríkisstjórn Trump, þótt hún sé kannski ekki svona alveg allir á sömu línu, að þá sækja margir í sömu rætur svona hugmynda bandarískar kirkju og hingað er kominn Bjarni Randur Sigurvinsson sem trúarbragða og guðfræðingur og hefur að reyna að hjálpa okkur í því að reyna að skilja þetta, af því að ég held þetta skiptir máli að okkur sé að einhver leiti svona tamar, það er svona hugmyndir sem að liggja þarna baki vegna þess að við sjáum birtingamyndir þeirra oft í þessu. Við getum tekið sem dæmi af hvernig til dæmis George Bush yngri talaði herleiðingarnar í Írak og í nágrannabyggðum. Hljómaði bara eins og krossferðar riddari að tala heilagt stríð okkar til þess að ná einhverju tilteknu fram. En það er þessi svona hugmynd sem að tengist kannski honum, en maður heyrir það líka hjá ýmsum sem í kringum Trump. Það er eins og við séum að lifa og efsti dagur sé bara handa við hornið. Jafnvel að við eigum að vinna að því að ná honum fram, að það er það sem að Guð vill að við gerum, til þess að hér verði endurkoma Krists, eða hér rísi 1000 ára ríkið, eða getur við þurfum við að fara í svona landafræði að rata hennan heim. Hvað er 1000 ára ríkið til dæmis? 1000 ára ríkið kemur við sögu í Opinberun Jóhannesar sem er síðasta bókin í ritsafni Biblíunnar eins og við höfum hann í dag hér á landi. Og Opinberun Jóhannesar er eins og nafni gefur til kynna opinberun rit þar sem heimsagan er sett fram með táknrænum hætti og tala hinna hinstu tíma og hvað er framundan.
og kristnir menn hafa tekist á bæði vægi þessa rit innan kristindómsins. Það var hnakkrifst það fyrstu aldirnar hvort að Opinberun Jóhannesar ætti heima í ritsafni Biblíunnar og líka hefur verið deilt það hvernig ber að túlka þetta. Varðandi 1000 ára ríki þá það hugtak sem skiptir töluverðu máli í bandarísku trúarlífi, í kristnu samhengi í Bandaríkjunum alveg sérstaklega. Og það eru ýmsar útfærslur af þessu og baklandi hjá Trump hefur mismunandi sýn á þessa hluti. En þó má segja sko að ákveðin viðhorf hafa meira vægi en önnur meðal þeirra sem styðja Trump. Og flestir sammála að við séum í einhverjum svona sögulegum tíma að ganga í gegnum einhver þrep sem að Biblían og sérstaklega Lópebrókið getur okkur leiðbeining það hverju eru. Það stór hluti, ekki allir, en stór hluti kristinna stuðningsmanna Trumps að líta svo á, já. Það má segja að sko í blábyrjun kristindómsins þegar hann mótast á fyrstu öld og aðeins fram á aðra öld að það má finna viðhorf sem hægt að til þessi í ritsamni Nýja testamentis sem hægt að túlka þannig að einhverjir hafi vænst þá og þegar endurkomu Jesú Krists og að það myndi hafa sem sagt för með sér algjöra byltingu í heiminum. En þegar líður á aðra öld þá verða þessi sjónarmið undir. Þá 1000 ára ríkið í vaxandi mæli túlkað fyrst og fremst sem táknrænt og þannig það í gegnum kirkjusöguna í mörgum, ekki öllum, en mörgum af helstu kirkjudeildunum. Það að segja rétttrúnaði kirkjurnar, rómversk-kaþólska kirkjan og hluti mótmælenda, ekki allir mótmælenda, hluti mótmælenda, lúterski til dæmis. Hvað hérna táknrænt 1000 ára ríki? Það felur í sér að það ekki verið að bíða eftir að einhverju formlegu 1000 ára ríki í framtíðinni. Heldur við lítið svo á að kirkjusagan sé 1000 ára ríkið. Kristindómurinn 1000 ára ríkið frá því að hann stoppsettur með Jesú Kristi og postulunum. Og í þessum kirkjudeildum algengt að Opinberun Jóhannesar sé túlkuð á þá vegu að hún endurspegli fyrst og fremst félagssögulegt samhengi þess tíma þegar ritið skrifað og endurspegli sem sagt ofsóknirnar gegn kristnum í Rómaveldi þannig undir lok fyrstu aldar og síðan líka algengt að þó svo að efnislega sé ritið staðsett í ofsóknunum þarna í lok fyrstu aldar að þá algengt að textin sé heimfærður á hvaða tíma sem þannig að hann getur átt sér samsvaranir, ýmislegt í Opinberun Jóhannesar getur átt sér samsvaranir á hvaða tíma sem til dæmis Lúther kallaði páfann Antikrist og þá hann í rauninni að tala páfaembætti sem slíkt og allir mögulegir geta verið antikristar þeir sem eru einhverja áhrifaaðilar leiðtogar sem eru skilgreindir sem í andstöðu grunngildi kristindómsins geta verið kallaðir sem antikristar þannig að sko antikristar hugtakið í rauninni ekki í Nýja testamentinu heldur talað í Jóhannesarbréfunum andkrista en það ákveðin textar í Opinberun Jóhannesar sem hafa verið
túlkar á þá vegu að þeir vísi til persónu sem hægt að skilgreina sem antikrist. Sem hefur álíka sess í mannheimum eins og Jesú hefur öðlast en gerir allt þveröfugt. Já, er í rauninni í anstöðu við allt það sem Jesús stendur fyrir. Og ég má koma með smá útúrdúr varðandi menningarsöguna og kvikmyndir til dæmis. Það mjög forvitnilegt að skoða heimsleita kvikmyndir ýmsum toga. Það endurspegla oft hennar mismunandi túlkanir á endatímunum meðal kristinna manna á ritningartekstunum og forvitnileg dæmi bíómyndir sem sagt, falla inn í þessa túlkunarhefð sem að vísa þarna í lúthersku, rómversk-kaþólsku samhengi og svo framvegis á þúsundarríkinu, Opinberun Jóhannesar. Þá sem sagt þær kvikmyndir, þær gerast yfirleitt í fortíðinni og nota táknfræði Opinberunar eða jável bara kvikmynda Opinberun Jóhannesar í viðkomandi sögulegu samhengi. Dæmi þetta 7. innsigli eftir Ingmar Bergman sem gerst á miðöldum en að veruleiti innblásin á táknfræði Opinberun Jóhannesar. Annað dæmið Vesturinn Pale Rider með Clint Eastwood sem hann leikstýrði jafnframt. Bara titillin sóttur í Opinberun Jóhannesar, þetta reiðmaðurinn á bleikum hesti og á plakatinu fylgir með línan og helfylgdunum sömuleiðis beintilvitnun og allt myndmáli út í gegnum myndina bara Opinberun Jóhannesar færð inn í vestraformið og síðan getum við, þetta í mótmælendahefðinni, síðan líka fjölmörg dæmi í rómversk-kaþólskum kvikmyndagerðarmönnum þar sem þeir heimfara Opinberunar bókina í fyrri styrjaldi, fyrir heimstyrjöldina, síðar heimstyrjöldina eða í til dæmis Villta vestrið. Spaghetti Western for the Apocalypse eftir Lucio Fulci dæmi það. En þetta eitt viðhorf sem megin viðhorfið og það hluti baklands Trumps mótað þessu viðhorfi. Ég myndi ekki segja stór hluti. Þá ekki þessu viðhorfi það sem þú ert að lýsa í svona listir og fleira það sem verið að nota raunverulega bara tón og tilfinningu sem í opinberubókinni til þess að lýsa einhverju svona ástandi mannsandans eða jafnvel mannssamfélagsins en ekki sem svona þetta ekki tímabil sem að framundan. Þetta gerast alls mann í fortíðinni í þessum dæmum sem við nefnum, nákvæmlega. En við erum að sigla inn í einhverju svona tíma að mati margra sem í kringum Trump. Já. Ég sagði held ég síðast þegar ég kom til þín að sko bakland Trumps fjölbreytt í trúarefnum. Þetta ekki bara kristnir, það líka íhaldssamir gyðingar þarna, það jafnvel hindúar þarna í nánasta baklandi Trumps og evangelistarnir hafa þungavægtavægi sem í rauninni fjölbreytt flóra vakninga kristindóm sinna innan hennar ýmsu kirkna mótmælandas með rætur í píetismanum með smá sambland af púritismanum og síðan rómversk-kaþólskir og þá fyrst og fremst myndi ég segja virkilega íhaldsamir rómversk-kaþólskir. Rómversk-kaþólskir vel yfir milljarður og gríðarleg fjölbreytni innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar stefnum og áherslum en það ákveðnir hópar innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar sem myndi teljast mjög íhaldsamir og þeir náttúrulega í rómversk-kaþólskri trúarhefð og líta svo á rómversk-kaþólska kirkjan hinn eina sanna kirkja og hún í rauninni þúsundararíkið. Þannig að það sem þeir eru að beita sig fyrir í baklandi Trumps að koma á
kristnu, siðrænu samfélagi sem byggir á þessum grunngildum sem rómversk-kaþólska kirkjan stendur fyrir. Dæmi aðila sem standa nærri Trump af þeim toga, til dæmis varaforsetinn J.D. Vance sem á bakgrunn í evangelismannum en konvertaði. Það eru fleiri slík dæmi og meiri sér Charlie Kirk sem við stundum nefnt og að myrtu nýverið að hann var gallharður evangelisti en hann var undir það síðasta að færa sig yfir í þennan íhaldsama anga rómversk-kaþólsku kirkjunar, merkilegt nokk. Og en þú ætlar að spyrja. Já, það var því svona hugmyndina að því þú varst að tala endurkomu Krists og þá það kannski hugmyndin svo að hann komi aftur og hann muni redda þessu. En þarna eru hugmyndir það að okkur beri að laga jörðina svo að hún sé hæf til endurkomunar eða hvað. Já, sko, í þessu tilfelli er rómversk-kaþólska kirkjan í rauninni 1000 ára ríki. Það er bara kristindómurinn sem slíkur. Og við erum að halda honum í lagi, við erum ekki láta antikrista spilla honum. En svo ég snúi mér aftur að bíómyndum, sko, að rómversk-kaþólskar heimsendamindir sem snúum komu antikrist, það snúast yfirleitt það að það þurfi að leggja antikrist á velli, að það þarf að koma í veg fyrir fæðingu, Arnold Schwarzenegger er til dæmis í að reyna allt hvað hann getur í hittur hann ekki The Sixth Day að koma í veg fyrir að antikristur komist til áhrifa. Þetta er innan rómversk-kaþólsku guðfræðinar. En síðan er annað viðhorf sem við farin aðeins að snerta núna. Annað túlkunarkerfi á 1000 ára ríkinu og það sem kallast postmillennialismi á ensku. Það er að segja að endurkoma Jesú Krists á sér stað eftir tilkomið 1000 ára ríkisins. Það er hlutverk okkar þá að stoppsetja 1000 ára ríkið. Það er ekki litið svo á að 1000 ára ríkið sé endilega komið. Það má segja kannski að það er að myndast, frækornin eru til staðar og við þurfum að vökva þau og við þurfum að beita okkur í ekki bara á andlega sviði heldur og öllum sviðum mannlegs samfélags meðal ekki síst hennu pólitíska að koma á hennu fullkomna framtíðaríki sem byggir á vilja Guðs eins og hann endurspeglast í Biblíunni og þessa túlkunarhefð á 1000 ára ríkinu hefur einkennt til dæmis púritanana í rauninni Calvin sjálfur upphafsmaður kalvinismans hann var strangt tiltekið amillennialisti, hann leit á þetta sem tákrænt í siðbreytingunni þá var tekist á þessa hluti, það voru ákveðna aðilar sem vildu koma á 1000 ára ríkinu, vissir hópar anabaptista, ekki allir en þeir sem voru að berjast voru byltingasinnaðir og vildu koma á hennu fullkomna samfélagi þegar höfðu tilhneigingu til þess að fara í þessa átt og fyrir vikið í einna af 5 trúarjátningum lútersku kirkjunar þá merkilegt nokk allar 1000 ára ríkiskenningar fordæmdar. Það er trúaratriði innan lúterskra kirkna eins og þjóðkirkjunni að vísa bug öllum 1000 ára ríkiskenningum einhvað ríki sem verður stoppsett í framtíðinni. Og Calvin var á svipuðu róli en eftir hans daga þegar að púritismin kemur sem ákveðin svona vakningarhreyfing innan kalvinismans að þá koma fram sjónarmið mikilvægi þess að stoppsetja hið fullkomna ríki sem í rauninni
þúsundaráríki stendur fyrir. Það má segja að það sem Calvin að gera í Sviss á sínum tíma þegar hann kemur á guðræði þar sé í rauninni grunnurinn af þessum hugmyndum. Og í Bandaríkjunum þegar púritanarnir flýja ofsóknir frá Englandi á 16. öld og fram á 17. öld til Norður-Ameríku, ekki síst til þess sem verður Nýja England, að þá eru þeir ýmsir hverjir að stofna kristin ríki á forsendum guðræðis. Það er að segja að þetta eru strangkalvíníski trúarhópar sem eru með alveg bara ríkið og kirkjan er samofið og lögin eru grundvölluð á algjörlega biblíutekstum og þetta er það sem margir í kringum Trump er að vísa í dag þegar þeir segja að Bandaríkin grunnurinn af þeim sé kristin og þeir þurfa að endurheimta þetta aftur. Þeir vilja endurreisa þetta fyrirkomulag. Þessi verkefni okkar að byggja hér upp kristið samfélag byggt á orðum biblíunar. Já, og það er ákveðin og það er bara raunverulegi þráður bandarísku sögu er sá þráður, myndi þetta fólk segja. Já, innan evangelismans í Bandaríkjunum þá hefur ákveð viðhorf sem var í rauninni mörgulega til jaðarviðhorf innan evangelismans sótt í sig veðrið á síðari árum, alveg sérstaklega á þessari öld frá fyrsta áratug þessara aldar og hefur fengið alveg þungaveiktastöðu í kringum Trump. Það eru evangelistar sem aðhyllast þetta viðhorf að það sé okkar hlutverk að koma á þúsundaráríkinu og við eigum að gera með skipulögðum hætti með því að sölsa undir okkur öll svið samfélagsins. Þeir tala fjöllin 7 í þessu sambandi. Það er að segja pólitíkina, listir, menntun, heilbrigðiskerfið, þannig kolli. Tónskerfið, stjórnsýsluna. Já, bara allt. Og umbreyta því algjörlega á kristnum forsendum. Það er bara að skipta út því fólki sem er ekki að standa sig á kristnum forsendum og setja aðra inn nýja í staðinn til þess að... Og eitthvað svona hugmyndum að við höfum mist þessi fjöll eða þessa tinda og þar alveg getum við ekki reist upp í þúsundaráríkið af því að það skortir undirstöðunar og við höfum mist þar í hendunar á einhvern svona antikrist viðhorfum. Óvinnirnir hafa verið ýmsir hverjir sem hafa verið tilgreindir í þessu sambandi. Fram eftir 20. öldin var fókusinn rosalega mikið á kommunista og í rauninni undir merkjum kommunisma nánast öll vinstri hyggja og svo tíminn náttúrulega koma aftur, það er eiginlega Trump er komin í stríð við allt sem er vinstra megin og á sér alls konar birtingamyndir inn í háskólunum en líka í stuðningi við trans og alls konar hluti sem er svona bara þetta eru birtingamyndir af hinnu illa sem hafa tekið yfir grunnkerfi samfélagsins okkar. Já, eftir að kommunistar mistu völdin þá hefur fókusins eiginlega færst dálítið mikið á veraldarhyggju sinna siðræna húmanista í þessu samhengi, þeir verða óvinnurinn Libbarnir Já, og nota hérna á íslenska Facebook Libbarnir eru búin að taka þetta allt yfir og síðan líka múslimar Það sem ég ætlaði að skjóta í áðan að þú veist að telja upp að það verður ekki bara mótmælendur í kringum Trump, þetta er líka kaþólskir og hindúar og íhaldsamir gyðingar. Allir þessar hópar hafa andstæðing sem eru múslimar. Já. Hindúar og múslimar berjast í Indlandi
Þetta hluti af skýringuna af hverju þeir ná að sameinast þarna undir merkjum Trumps. Þetta bara þeir sem líta svo á þá líklega í þessu samhengi að uppgangur múslima sé hluti af því sem verið að halda aftur af uppbyggingu ríkisguðs og jörðu. Já. Sér líka fleiri þættir sem spila þarna inn í sem sameinar eins og síonismin, kristni síonismin, svona samtvinnast gyðinglum síonisma. En þá það alveg sérstaklega reyndar í þriðja túlkunarmódelinu á þúsundáraríkinu. Við erum búin að tala amillennialisman, það ekkert bókstaflegt þúsundáraríki framundan, þetta bara tákrænt eða kirkjusagan. Það postmillennialismi sem snýst það að það hlutverk okkar að koma á fót þúsundáraríkinu og hættan svo ýmsir myndi segja jável að það sé sjálfgefið að slíkur kristindómur taki á sig fasíska myndir og að má líka færa rök fyrir því að guðræði sem við tala og getur aldrei orðið annað en túlkanir að það ekkert annað en mannræði þegar betur að gáð á fasískum forsendum. Og sjáum við svolítið merkjum þetta og líka það sem verið að skilgreina andstæðinga sem eiginlega þá sem að vinna gegn Guði og öllu því sem réttir í samfélaginu og þá náttúrulega afmennskar fólk og getur svipt á frelsinu og málfrelsinu og réttinu til þess að mótmæla eða andmæla og endanum ertu þó að fjötra það og svo áttu bara með að drepa það í endan. Það má geta þess til dæmis að hvíta kynþáttahyggjan sem þú spurðir aðeins út úr í fyrsta þættinu sem ég mætti að maður rétt að sko hún alveg sérstaklega hefur vægi í þessu túlkunarmódeli innan evangelismans og nota bene, þetta enga síður jaðarviðhorf þarna en þau fá vægi í kringum Trump. Það myndum að ég taka að þið verum svolítið við verum að tala saman að þið við trúum að því að það að skilja þessa svona grunnhugtök og hvernig þau hafa verið í gennum tíðina hjálpa okkur að skilja nútíman. Eitt til dæmis ákafi margra í kringu Trump gegn jákvæðri mismunun sem átti að hjálpa þeim sem að tilheyra einhverjum hópum sem að haldið hafi verið niðri til þess að fá viðlíka sess og hvítir í Bandaríkjunum eins og svartir eða konur og eitthvað fleira. Ákafi þeirra til þess að tala þetta niður að sumuleyti tengt þessu að þetta merki þess að það verið að eyðileggja samfélagið með því að hleypa hinum óverðu að. Já. Algjörlega. Og þess vegna þessi hiti í kringum þetta, stundu kemur að manni óvart. En það ekki bundið við þetta túlkunar viðhorfum postmillennialisman. Það getur komið við sögu líka í þriðja túlkunarmódelinu. Það margar útfærslur á þriðja túlkunarmódelinu en það snýst það að framundan sé ákveðið þrengingatímabil sem muni leiða af sér þúsundáraríki, bókstaflegt þúsundáraríki. Hvernig það túlkað fer eftir kirkjudeildum eða kristnum trúarhópum en ég varði dágóðu púðri í að ræða þarna í fyrsta þættinu sem ég mætti til þín það sem kallast premillennial dispensationalismi á ensku sem kannski eitt útbreitt viðhorfið meðal bandaríska evangelista í þessum efnum. Það mótast á 19. öldinni og í Englandi hjá fyrrverandi anglikanskum presti. Anglikanska prestar eru þeir sem eru prestar í ensku kirkjunni.
sem sagt hann les þarna gömul rómversk-kaþólsk jesúítarit sem voru í uppgjöri við siðbreytinguna á sínum tíma og sækir þar ýmsar hugmyndir túlkanir og opinberun Jóhannesar sem hann framreiðir í algjörlega nýtt kerfi. Það er að segja, hann lítur svo á, þetta er dálítið mikilvægt, hann lítur svo á að heimssögunni sé skipt í 7 tímabil og það sem Guð með stigvaxandi hætti miðlar náð sinni. Þarna meðal annars að svara þeirri spurningu hvað þá sem voru uppi fyrir fæðingu Jesú Krist. Munu þeir bara sjálfkrafa glatast vegna þess að þeir mista á lestinni? Nei, vegna þess að Guð hefur útlutað mannkyninu ákveðin tímabil þar sem hann mætir því með mismunandi hætti, þar sem hann opinberar með stigvaxandi hætti náð sína en hjálpar það samt alltaf grundvallað á Jesú Kristi sjálfum sem fær síðan fyllingu í komu hans. Nú Þannig að þeir sem voru til fyrir þann tíma máttu geta lesið einhver skilaboð Guðs út úr svona... Treysta fyrirheiti Guðs. En sem sagt, tímabili sem núna tímabil kristindómsins sem 7. tímabilið. 7. tímabilið 1000-áraríkið. Og það semst verið að bíða eftir því að Jesús Kristur komi aftur og komi á fót bókstaflu 1000-áraríki. En áður en til þess kemur, þá þarf þessu tímabili sem við erum upp á núna að ljúka, 7. tímabilinu. Og þá kemur smá vandamál. 5. tímabilinu ekki lokið. Þar eru eftir nokkur ár sem klárust ekki vegna þess að Jesús Kristur var krossfestur það snemma. Og það algengt sjónarmið að það sé litið svo á að það sé 7 ár sem vanti þar upp á, sem þýðir að þegar að þessu 7. tímabili lýkur, þá muni Jesús Kristur koma ósýnilega og hrífa upp til himna alla þá sem eru sanntrúaðir kristnir og aðrir verða skildir eftir nafnkristnir og þeir sem tilheyra öðrum trúarbrögðum. Nafnkristnir það svo sem að játar kristni með munnunum en ekki hjartanum? Eru ekki með kristindómin alveg nægilega á hreinu í þessum efnum. Meðan ekki þessar kenningar. Eins og lúterskir að stórum hluta og rómversk-kaþólskir og aðrir slíkir. Þeir verða skildir eftir mjög líklega. Hver krafa hvar mörkin sett í þessum efnum svo til komið undir því hver boðar þessa hugmyndafræði hverju sinni. Það menna að rekna á tjöldan, er þetta ekki 124.000? Þú ert að vísi 144.000. Nei, ekki í þessu túlkunar möguleiki. Þetta mótili. En sem sagt, þegar Jesús Kristur hrífur burt alla og skilur hinn eftir til fullt af bíómyndir sem búið að gera þetta, getur séð einhvað þessu Omega til dæmis en sjónvarpsstöðinni en sem sagt þá tekum við tímabil sem gjarnan sagt 7 ára langt það sem Antikristur nær völdum í heiminum. Hann getur vera farin að starfa fyrir burthrifninguna reyndar en það verður alveg ljóst hver hann eftir burthrifninguna. Það einhver áhrifaaðili gjarnan sagt í bókmenntum af þessum toga, það sem verður ritskýra opinberun Jóhannes á þennan hátt, einhver stór leiðtogi sem í rauninni fullkomlega andstæður öllum grundgildum Jesú Krists en kemur samt undir merkjum hans
og að boða frið og afvegaleiðir jafnvel fjölmarga kristna á þeim forsendum að hann sé að koma á frið út kvippin og kvappin. Þú veit að fara að hrjóma eins og þetta lýsa Donald Trump? Já, mér finnst þetta kaldhæðnislegt. Ég lít alls ekki svo á að það sé spáð fyrir Trump í opinberun Jóhannesar, en hér kaldhæðnislega er að hann minni mig stundum á Antikrist eins og hann birtist í bókmenntum hjá Hallinsey eða öðrum slíku sem skrifa. Má ég skjóta það eina, því það er mynd sem að margir muna, þar sem að hann er í Oval Office við skrifborðið sem held að Elisabeth Victoria drottning gaf þeim. Já. Og hann hallar sér svona fram og kringum hann hafa safnast trúarleiðtogar og sumuleyti frá alls konar svona þeim ungum trúarinnar sem þú ert búin að, kirkjuna sem þú ert búin að vera að lýsa. Og allir vilja leggja hönd á hann og blessa hann. Já. Hvað segir þessi mynd í þessu samhengi sem við erum að tala núna? Hvað á hann að, þetta er náttúrulega bara leikhús. Hver eru skilaboð þessar myndar? Eitt atriði þetta sýnir bara hversu náin tengsl trúar og trúarstofnana og bandaríska ríkisins er mikið í dag í Bandaríkjunum. Þeir vilja segja það að nú erum við að endurreisa hér ríki sem er reist á trú. Já. Og við erum með leiðtoga til þess að gera það. Já, þeir eru í senn að blessa Trump fyrir það hlutverk og þeir hafa svo sem gert þetta við aðra forseta áður, við Bush yngri og svoleiðis og Billy Graham var oft sem reyndar rosalega mikið þó hann hafi verið langþekktasta andlit evangelismans, þá var hann tölvöld mikið á skjön við þessi sjónarmið sem eru í dag ráðandi í kringum Trump. En svo fórst svolítið yfir í síðasta þætti? Já, en hann náttúrulega alveg frá sóttist eftir nánum tengslum við forseta Bandaríkjanna frá Truman og áfram og náðu þeirri stöðu alveg sérstaklega með Eisenhower og áfram að vera skilgreindur sem bara prestur eða safnaðar hirðir forseta Bandaríkjanna, þannig að hann var nánasti ráðgjafið þeim þeirra í öllum tilfellum, var á bænastund með þeim og svo framvegis. Þetta í sjálfu sér er ekki nýtt, en það sem hefur vægi í þessu sambandi er það að margir af þessum kristin trúarleiðtogum sem eru að koma þarna að stórum hluta premillennialistar, líka einhverju liti postmillennialistar, að þeir eru þarna að markvisst að lýsa við stuðningi við Trump og þeir eru að biðja fyrir honum á þeim forsendum að hann sem smurður útvaldur leiðtogi af Guði, útvalina Guði, nái öllu því fram sem Guð ætlist til af honum og það er ekki síst að bara að allt samfélagið, allt bandarískt samfélag verði mótað af kristnum gildum eins og þessi tilteknu trúarleiðtogar túlka það. Og önnur tákmyndum að hann sé valinn er náttúrulega banatilræðið. Já, hann vísa til þess sjálfs og það er margir sem taka undir það að hann komst Þessi er minn elskaði, ekki sonur, en svona þetta er minn elskaði leiðtogi sem ég er velþóknun á. Já, hann skilgreinir þetta sem kraftaverk og það er margir sem taka undir það að þarna hafi Guð verndaðan að hann naumlega komst út af þessu hlutverki. Þetta er ekki bara eins og ef að við myndum lendi í ykkur og lifa af fyrir ykkur Guðs blessun, það er ekki verið að tala um það þannig. Það er verið að tala um að Guð hafi vendaðan vegna þess að hann ætlar honum sérstakt hlutverk. Já, eins og ég sagði síðast að þetta þegar ég veifaði þessari bók Trump's Bible, þar birtist það sjónarmið sem ég sé reyndar víða haldið fram meðal kristinna stuðningsmanna Trumps að hann sé eins og Kýrus
þegar hann fyrst kosin forseti Bandaríkjanna, þá hann 45. forseti Bandaríkjanna og það sé ekki tilviljun, en þess að þetta samsvari 45. kafla Jesaja sem segir frá Kírusi, Persakonungi, sem þó að hann aðhylltist ekki trúarbrögð helletu gyðinga, að þá leggur hann blessun yfir þá styður hann þá og hann veit þeim heimil til þess að snúa aftur heim til fyrirheitna landsins og endurreisa musterið í Jerúsalem. Þannig að sögulegt hlutverk Trump eiginlega að leiða okkur inn í þúsundararíkið. Já. Og í gegnum þau átök, að þú varst að tala þarna 7 árin, að það í þessu líka þannig að til þess að komast þangað í þúsundararíkið, þá verðum við að fara í gegnum eitthvað svona hálfgerð helvíti, mikil átök. Þetta svona tónn sem að maður heyri til dæmis á Steve Bannon sem er einn af þessum mönnum. Hann rómversk kaþólskur. Já, þar kemur oft svona þessi ríki tónn að við bara brennið allt því að til þess að eitthvað geti risið hér upp. Já, ég skil Steve Bannon í rauninni þannig að hann sín á kristindóminu mikið til bara fasískur. Og en það skrifar hann formálana þessari bók sem ég fjallaði í fyrsta þættinum með Unhumans sem hefur vægi innan makarhreyfingarna vegna þess hverju stiðjana. Sem eru bara djöflana og meðal okkar. Sem að miðað við orðræðu undanfarna daga eru bara vinstri menn og transfólk og hvernig þetta allir sem sinna borgaralegum réttindum og öðru slíku meðal vestu skúrka 20. aldarinnar ásamt Hitler og Stalin og Mao Zedong eru menn eins og Martin Luther King og Nelson Mandela og þessi bók sem J.D. Vance, Donald Trump yngri og Tucker Carlson og Michael T. Flynn mæra og rökstyðja hvers vegna þeir mæra af mennskar alla sem eru ekki hægri menn að þeirra mati og þá eru þeir einu sem eru mennskir, raunverulega mennskir, það er annars vegar þeir sem meðal annars hafa skilgreint sig sem fasista eins og Pinochet, Franco á Spáni og svoleiðis og þeir sem eru með nákvæmlega sömu viðhorf þessir aðilar með sömu stjórnarhætti og bregðast eins við ergo fasistar síðan samþykja Þannig að svo ég komið aðeins með Steve Bannon að þessu áberendi þegar hann er að tala að svona þessi vilji á því að bara brennið allt sem er svolítið svona því að við erum náttúrulega með menningu sem hangir saman á þunnum silkiþráðum og má ekki við miklu áður og við lendum bara hrynjum ofan í eitthvað skítahaug að óttaleysi hans við að gera það að við verðum eiginlega að eyða öllu sem til þess eitthvað nýtt getur orðið til að það er frekar að hann er fasisti frekar heldur en að það sé byggt á okkur svona kristnum hugmyndum. Hann náttúrulega er með ákveðna sín á rómversk-kaþólsku kirkjuna og það er sú sín sem ræður för hans þarna. Eins og ég sagði þetta er svolítið flókið að skoða baklandi hjá Trump en þetta er mismunandi viðhorf og þetta er gjör ólíkir aðal sem koma saman. Það er ýmsir svona allra íhaldssamlustu evangelistana sem eru bara skilgreindir sem fundamentalistar sem jafnvel ganga svo langt að neita viðurkenna rómversk-kaþólska sem kristna samt geta það unnið saman vegna þess að þeir eru með ákveðna sameiginlega sýn á hvernig veruleikinn á að vera hvernig fullkomna ríki á að vera í þessum efnum. En þetta millibilsástand, þessi átakatími, er svona hugmynd það að við séum að sigla kannski inn í hann? Já, þeir sem eru að bíða eftir burthreinningunni og síðan endurkomi Jesú Krist eftir þrengingatímabili, þeir líta svo að það komi ákveð hörmungatímabil, það sem antikristur ræður bara ríkjum og afvegaleiðir alla sem einhver
gjarnan sagt mikill friðarhöfðingi. Síðan hún steypt á stóli. En við verðum að fá hann, annars fáum við ekki verðlaunin. Þannig við verðum að una því hann komi. Þannig við höfum ekki að berjast á nótunum. Sko, það hefur lengi fyllt þeim sem aðhyllast þetta sjónarmið ákveðin svona neikvæðni á samfélagi. Það allt að fara norður og niður. Þessi viðhorf ekkert endilega að afneita því að það sé einhverja loftslagsbreytingar og svoleiðis. Þeir taka því jafnvel frekar sem bara staðfestingu af því að þeir hafi rétt fyrir sér. Það allt að fara norður og niður. Og það bara sýnir það að spádómar Biblíunnar að rætast. Og í þessu túlkunarmódeli sem á rætur að rekja til Darby svo lita vegna lita bandaríska evangelista á seinni hluta 19. aldar og fram eftir aðri 20. öldinni ýmislega hluta vegna þess hversu duglegir Darby sinnan Plymouth-bræður voru að gefa út fræðsluefni þetta sem þeir dreifðu til Bandaríkjanna þegar það var ekki skortur á slíku efni, hversu voru duglegir að senda predikara til hérna ýmsu kirkna án þess að gera kröfu það viðkomandi væru að snúa baki við sínum kirkjum, heldur bara að boða svona sameiginlega grundvöll kristindómsins og segja fylgir þessu pakki með og síðan líka annað sem hafði gríðalegt vægi það að 1909 minnum að sé, þá gefur þetta fylgismönnum Darbys Schofield nokkur út biblíu sem skilgrein sem referensbiblía, það að segja hún með fjöldanallan af skilgreiningum, athugasendum, svona hjálpatækjum til þess að skilja út á hvað biblían gengur og fullt af kortum og allt miðast þetta út frá trúfræði Darbys. Þannig að evangelistarnir á stórum hluta í Bandaríkjunum fara að nota þessa biblíu og þegar þeir eru ár eftir ár, áratug eftir áratug að lesa biblíuna, þá eru þeir með rækilega innrammaða heimsmynd Plymouth-bræðra á kirkjusöguna og það lita framsetningu þeirra á þessu. Ég sagði í fyrsta þættinu ég kom til þín að það mikill munur á evangelistum í Evrópu og Bandaríkjunum hvað það varðar í Evrópu eins og til þess Hérlandi í KFM og öðrum skildum félögum þá bara 1000 ára ríki einhvað tákrænt það að vera að lesa ritningatextana í samhengi við þann tíma sem þeir eru upprunalega skrifa bakgrunn pietismin en í Bandaríkjunum þá litar þessi túlkun Plymouth-bræðra evangelistana á stórun hluta og þegar bandarískar hreyfingar sem jável spretta nýjar upp á grunni þessara viðhorfa eins og hvítasunarhreyfingin upp af 20. aldar sem notar Schofield-biblíuna þannig að hvítasunarmenn á stærstum hluta með þessa heimsmynd á kristindómin að þegar þeir síðan breiðast út allan heim þá fylgir með þessi pakki allur þannig að til dæmis kristni trúarhópar sem hafa síðan komið hingað til lands á 20. öldinni eins og til Plymouth-bræður komi hérna aldamóti 1900 hvítasunnumenn 1920 og síðan hérna náðgjafavakningin sem festi rætur hérna 1972 og smá saman greinist í fjölmarga kristna trúarhefinga sem eru ýmsuleyti skildir hvítasunumönnum að þá gjarnan þessi heimsmynd þar meðan að þeir sem eru starfandi innan þjóðkirkjunar í vakningakristindóminu eru ekki með þetta og það sama að segja önnur lönd í Evrópu, hinn Norðurlöndin Bretland, Þýskaland þannig koll og kolli. Þá getur maður velt fyrir sér sko að þessi tegund einhver getur sagt svona fasisma, sumir af þessum mönnum eru það sem byggð á heimsmynd kirkju sem að mörguleiti staðbundin í Bandaríkjunum
Man gæti sagt sér svo að þetta ekki auðvelt að flytja þetta á milli menningarsvæða þar sem að þessi kirkja hefur ekki sömu rætur. En maður gæti líka sagt sér svo að þetta kannski bylgja fasisma sem að tekur á sig þessa mynd í Bandaríkjunum og að sko fasismin getur tekið á sig mynd í Evrópu með sama hætti þótt að verði ekki kannski sömu svona kristilegu skírskotaninnar sem að liggja þar á baki. Sko ég myndi ekki kalla þessa hópa fasiska alla þó að þróunin sitt því miður á mínum að þetta alltaf mikið þá átti. Ég tók bara að þú skildir við Steve Bannon, þannig ég tók það hugtak með. En við getum sagt þetta nýja hægri í Bandaríkjunum sem að birtist með þessum hætti. Er það staðbundið fyrirbrigði í Bandaríkjunum sem er eiginlega ekki hæft til útflutnings af því að þú þarft eiginlega að hafa þessa menningarlegu rætur sem að nokkrar aldir, eða allavega 2 aldir í evangelískri kirkju og því sem hefur gengið á genið í Bandaríkin sem er ekki til að sama skapi í Evrópu. Þetta reynda að skila sér í aðra átti líka sko. Það sem til dæmis vakningakristindóminn hefur verið miklum vexti í undanfarna ára í Suður-Ameríku og saxast svo til rómversk-kaþólsku kirkjuna og þar eru bandarísk áhrif alveg veruleg þannig að þessi viðhorf skila sér þangað sömulegst en þessi Brasilíu í Suður-Kóru og í Venezuela eru margir af þeim sem kom hingað sem flottamenn í Venezuela eru á samkomum í Fíladelfíu. Maður hélt þetta væri kaþólikara því að maður er svo einfaldur. En þá kom í ljós að það var bara töluverður hópur sem eru mótmælendur. Nákvæmlega, algjörlega. Hitti svo til þess að flækja hans málið að þessar svona trúar áherslur sem við finnum meðal hvítasunumanna í ýmsum efnum sem við sérkenni þeirra, við getum fundið þessa strauma líka inn á rómversk-kaþólsku kirkjunar. Þannig að það er alveg hægt að velrata henni á samkomur hjá rómversk-kaþólsku kirkjunni, ekki síst í Bandaríkjunum, sem minna mörguleiti bara merkilega mikið á samkomum hjá Hvítasunukirkjunni þannig séð sko. Flóran er fjölbreytt í þessum En varðandi það sem ég er að segja, þessi hreyfing sem er í Bandaríkjunum, er hún svo mikið byggð á sér bandarískri menningu og kirkjum að það er ekki alveg að sjá hana fyrir sér sko skjóta rótum í hvað við segja Austur-Þýskalandi eða Í Þýskalandi við getum fundið þessi viðhorf meðal nýrra kristinna trúarhópa þar en ég held að þetta sé samt sko jaðarfyrirbæri jaðarstefnum þar algjörlega. Þetta er það ekki í Bandaríkjunum, þetta er svolítið inngróin inn í bara bandarískar hugmyndir. Já, málið er bara að evangelistar eru svo margir í hinum ýmsu trúarhópum, þessi sem eru sko í rauninni mótaðar af nútíma píetisma, ræturnar eru gamli píetismin og hann þróast yfir í þessar vakningakristindóms stefnur sem suma kirkjurnar eru bara algjörlega mótaðar af eða eru að finna innan annara eins og til dæmis lúterskra eða ýmissa kalvínskra kirkna. En sko sér bandarískar aðstæður gera það verkum að þegar að evangelistarnir verða ýmislega hluta vegna pólitískt þengjandi alveg sérstaklega á 8. áratugnum eins og ég ræddi þetta áður að þegar ég kom til þín að þá verða þá smám saman verða sterkara og sterkara stjórnmálaafl og svo fer að þeir í rauninni ná að yfirtaka republikanaflokkin og eins og ég ætla að segja þess fyrr þegar við vorum að ræða saman sko að samband við bókina Unhumans þeir eru að aðgreina hverjir eru mennskir og hverjir eru ekki mennskir sko að þá eru þeir sem liggur beinast við að skilgreina sem fasista, það er henni raunvölu fulltrúar mennskunar meðan að það þarf að umbera aðra hægri menn, þá eru sem sagt íhaldsmennir alveg sérstaklega tilgreindir þeir eru skilgreindir þarna sem henni mestu einfeldningar, jú þeir eru mennskir þeir eru með grunnhlutin á hreinu en vandi með þá að þeir eru svo rosalega heimskir að reyna
að fylgja leikreglum lýðræðisins, að vilja starfa með vinstrimönnum, að þeir eru tilbúnir að samsama sig ýmsum grundvallar borgaralegum réttindum og það frætti göttunum og þeir eru afvegaleitir og það þarf að bjarga þeim frá þessu. Nytsamir sakleysingjar. Já, í rauninni og það er það sem gerist í rauninni þegar Trump kemst til valda í republikanaflokknum í kosningunum 2016 og áfram að hans mánsamann nær að víkja nýíhaldsmönnunum til hliðar. Það er ákveðin þáttaskil að mínum mati þegar að Trump tapar fyrir Biden og að mínum viti eins og ég skil þetta reynar að ræna völdum í Bandaríkjunum lok forsetatíð sinnar að þá stendur nýíhaldssinnin varaforseti Mike Pence í lappirnar menn þess að hann fylgir reglunum. Hann neitar að fara eftir því sem Trump segir. Þannig að heimskur nytsamur sakleysingji frá Sjónarhóli. En Trump í krafti fjármagnsins og ekki síst þeirra auðjöfra sem styðja hann í þessari yfirtöku nær að bóla í tíð Bidens meira og minna restinni af þessum gömlu republikana flokksmönnum sem við þekktum frá tímum Nixons, Reagans, Bush-feðga og hann nær að íta þeim allum til hliðar meira að minna. Það er í krafti þessara svona heimsmyndar sem að það er litið á tilraun Trump til þess að ræna völdum 7. janúar. Það er bara hún er bara skylda til þess að gera það. Sko þessi bók gengur öll út á það að það sé heilug skylda kristina manna talaði það sem hvíta í því samhengi þræla hald litið mörgulega til jákvæðum augum í þessari bók, það er varið þræla uppreisnir eru fordæmdar í bókinni en það skjóta að Trump hefur fundið að því að í Smithsonian safninu að þá séu verið að gera draga fram allt og dökka mynd af þrælaaldinu. Já, nákvæmlega, það er bara fullkomlega anda þess sem til þess þessi bók gengur út á en hvað ætlaði að segja Ég truflaði en ég truflaði aftur af því að við nefndum múslima hvaða stöðu þeir hefðu í þessum heimi eru þeir hluti af þeim sem að koma í veg fyrir Guðsríki á jörðu? Já, það er gjarnan afstaða þessara verulega íhaldssömu aðila meðal evangelistana og líka annara kristina aðila að djöfulgera íslam og líta svo á að hann sé handbendi þessi trúarbrögð sé í rauninni handbendi djöfulsins og takmark múslima sé jafnvel skipulagt að grafa undan kristnum vestrænum samfélögum með hælisleitendum með þjóðfélags kenningin miklu útskipti hvernig sem orða nákvæmlega og þessu stilt upp sem andstæðum og þessi orðræða er rosalega mikið áhyggjuefni og þetta gildir bæðum ýmsa róttaka íhaldssama gyðinga og líka kristna sem sameinast þarna í þessari aðstöðu ekki síst í kringum kenninguna síonismas og kristni síonismin hefur þarna alveg sérstakt vægi meðal þeirra sem aðhyllast þetta millennial túlkunarmódel þar sem Guð ráðstafar náðsynni með stigvaxandi hætti og endatímarnir eru runnir upp og framundan sem sagt burtreifning og þrengingartímabil og síðan 1000 ára ríki. Djöfullinn mætir í miklu móð vegna þess að hann veit hann hefur skamman tíma. Já, sko 1948 gerist þau tímamót að Ísraelsríki er stofnað og þetta taka margir evangelista sem
aðhyllast þessi viðhorf, þeir taka þessu sem staðfestingu á því að Biblían sé sönn, að spádómarnir sé sannir, að við erum á endatímunum, að það allt saman að rætast og allt í hendi Guðs og Guð sé að gera núna það sem eitt grundvallartákn þess að Jesús sé að koma aftur, að eins og þau tólka hérna ýmsu texta í Biblíunni, ekki síst Gamla testamentinu en líka í Nýja testamentinu, að Guð sé að kalla saman gyðinga til gamla fyrirheitnarlandsins til þess að undirbúa það fyrir komu Jesú Krist og það verði þá muni gerast það kraftaverk að gyðingar munu upplifa einhverja svaka vakningu sem gerir það verkum að þeir að stórum hluta muni komast til trúar á Jesum Krist. En aðalatriðið þetta að þetta vilji Guðs að Ísraelsríki var stofnað, skiptir ekki máli að þessi skilgreint sem veraldlegt ríki og þetta á svo fjölmarga vegu ólíkt því sem við þekkjum úr ritsafni Biblíunnar og líka það að gyðingar alls ekkert á einu málum ágæti Ísraelsríkis, en þeir sem aðhyllast þessi viðhorf hafa tilhneigingu til þess að líta svo á að þetta sé vilji Guðs og ef við setjum okkur upp á móti þessu með einhverjum hætti og þar af leiðandi setjum okkur upp á móti eða gagnrýnum ísraelsk stjórnvöld varðandi hvað þau eru að gera, þá erum við að setja okkur upp á móti Guði og þarna kemur þetta er mikilvægt atriði, til dæmis í tengslu við Trump. En við getum líka að skoða bara heimssöguna út í gegn og tengist í hvernig við lesum Biblíuna. Með hvaða hætti Biblían helgirit, hvort sem við leggjum bókstaflega merkingu í textana eins og íhaldsamari anginn af evangelistunum gerir eða hvort að við fókuserum á Jesú Krist og fagnarendi sem kjarna kristindómsins og Biblíunar og við eigum að lesa allt í Biblíunum með gagnrýnum huga og allt annað líka með gagnrýnum huga út frá þessum forsendum fagnarendi Jesú Krist. En það ákveðin ritningateksti, það í rauninni 2 textar sem hafa vægi þessu sambandi, en það sérstaklega eitt sem oft tilgreindur, varðandi afstöðu kristinna manna til valdhafa. Páll postuli segir í 13. kafla Rómarbréfsins að okkur beri að lúta yfirvöldum vegna þess að yfirvöldin eru útvalin af Guði og það að ef við setjum okkur upp á móti yfirvöldunum, þá erum við að setja okkur upp á móti Guði vegna þess að Guð hefur útvali viðkomandi valdhafa. Það segir til dæmis hérna í lítil sýnishorn og í fyrsta versinu hver maður hlýði þeim yfirvöldum sem eru yfir hann sett, síðan aðeins síðar í öðru versi, sá sem veitir yfirvöldum mótstöðu, veitir skipan Guðs mótstöðu og síðan í fjórða versinu þá segir meðal annars yfirvöldin bera ekki sverð sitt á ófyrirsynju, þau þjóna Guði og skylt að refsa þeim sem illt fremja og hliðstæði texti til þess í öðru Pétursbréfi í öðrum kafla það sem í 13. og 14. versi segir verið drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjum sem hann sendir. Ýmsir hafa talað þetta sem akkilesar hæl lúterskrar guðfræði í rauninni að lúterskan það sem hún hefur ópíumu fólksins sem stýður raunverulega valdhafa sem að kúa alþýðumanna. Já, Marx það hvernig Marx tólkar hlutina en lúterskar kirkjur hafa
gjarnan verið sem sagt í formi þjóðkirkna eða ríkiskirkna fyrir öldum, það sem allir tilheyra viðkomandi kirkju. Og síðan náttúrulega flækist málið þegar lúterskir flytja til eins og Norður Ameríku svoleiðis, þannig að þar myndast síðan lúterska kirkjur sem eru og fleiri slíkum löndum sem eru ekki í tengslum við ríkisvaldi. En í Evrópu þá að verulegu leyti þá þetta þjóðkirkjur, ríkiskirkjur, fyrst ríkiskirkjur umbreytast stundum í sjöndtölfum í þjóðkirkjur, en tilhneigingin hjá lúterskum guðfræðingum þrátt fyrir það að meðal þeirra þeir fylgja þeirri hefða að gjarnan, ekki allir samt en gjarnan, að skoða ritningatextana með gagnrýnu sögulegu samhengi. Þeir hafa haft tilhneigingu til þess að styðja valdhafa skilyrðislaust í viðkomandi landi, hér á landi, hinu Norðurlöndunum, í Þýskalandi. Þjóðkirkjan blessa ríkisstjórnina í messum? Nákvæmlega, vandinn birtist alveg sérstaklega með tilkomi nasismans og Þriðja ríkisins, vegna þess að þá reyndu að klofna evangelistar, það að segja mótmælendur í afstöðunni til Hitlers, en það eru allmargir lúterskir prestar sem líta á það sem skyldu sína að styðja Hitler vegna þess að hann með lýðræðislegum hætti orðin valdhafi landsins og bara ef við fylgjum Páli Póstula þá eigi að gera þetta. Hitti síðan gagnrýnendurnir benda hins vegar á að Páll Póstuli skrifar þetta inn í ákveðið félagssögulegt samhengi. Hann rómverskur ríkisborgari. Þarna ekki teljandi ofsóknir gegn kristnum á þessum tímapunkti þegar hann skrifar þetta. Hann hefur mjög jákvæða afstöðu til rómverskra yfirvalda. Hann nýtur góðs af rómverskum yfirvöldum. Hann hefur heilmikil réttindi sem rómverskur ríkisborgari og kemst upp með til dæmis að gera miklu meira en margir aðrir. Dyrnar eru víða opnar fyrir hann varðandi það að breiða út kristindóminn, og svo undir þessum kringumstæðum hann að skrifa þetta. En þegar við skoðum opinberun Jóhannesar, þá allt önnur sýn á hlutina. Þá ríkisvaldið illt. Það dýrið, það djöfulegt, og Kristur birtist þar sem í rauninni herkonungurinn sem leggur frelsar hérna ofsóttu kristnu og leggur hið illa að vígi. Þannig að þetta skiptir miklu máli þarna. En það annað sem langaði líka til... En varðandi þetta með Páll Póstula og að kristnir eigi að virða stjórnvöld, það á ekki við þessa menn í kringum Trump, því að þeir eru náttúrulega vilja almenningur virði Trump, en ekki almenningur, en Guð valdi líka Biden, sagði Páli Póstula, hann valdi Obama. Þetta kemur inn á mjög athyglisvert vandamál, sko. Þeir virðast ýmsir hverjir sem ég hef fylgst með, líta á Biden sem fulltrúa hins illa. Og Trump talar á þeim nótum, þeir sem eru kringum hans talar á þeim nótum. Þannig að þeir styðja Trump vegna þess að þeir eru sannfærð það að Trump sé hins sanni smurði Kýrus 21. aldarinnar sem Guð hafi útvalið til þess að bjarga kristindómin og bjarga siðrænu samfélagi í Bandaríkjunum, og þeir líta svo á að Biden sé þjófur, hann valdaræningi. Hann rændi völdum frá Trump. Þeir sem ganga lengst stilla því þannig upp, og Trump gengur inn í alla þessa orðræðu og jafnvel leiðir hana að einhverju leyti. En
til dæmis Rómverjabrifið 13. kapli, þetta einn af þeim textum sem telt fram þegar maður ræðir við kristna stuðningsmenns Trumps og það sumir ganga svo langt jafnvel í þessu sambandi, það sem ég lesið og séð í bókum og í netheimum að segja að hver sá sem gagnrýnir Trump setur sig upp á móti því sem hann er að gera. Hann er að setja sig upp á móti vilja Guðs. Þannig að kristindóminn þarna í þessari birtingamynd verður guðræðislegur sem þýðir mannræðislegur í rauninni og í rauninni fasískum forsendum. Það er að segja, hann má spyrja, stefnir hann í þá átt eða er hann og stjórnarhætti Trumps þegar farnir að taka á sig mynd fasisma. En það er annað sem er langað Það var aldrei þetta. Kirkjan hefur aldrei áttir í sérstöku vandræði með fasisma. Hún naut þess ágætlega á Spáni með fallagælstum og... Þetta er einföldun. Rómversk-kaþólska kirkjan er gríðarlega fjölbreytt, yfir milljarð manns í henni og gríðarlega fjöldi hennar. En það með fasist á Spáni komast til valda ultra íhalsamir rómversk-kaþólskir og þar myndast líka verða öflug ultra íhalsum rómversk-kaþólsk leikmanna félög sem styðja rómversk-kaþólsku kirkjuna og það tekist á þessar hlut til víðsvegar í hinum ýmsum rómversk-kaþólsku löndum. Rómversk-kaþólskir prestar sem setja sig upp á móti þessari stefnu geta átt undir högg að sækja. Það oft bara einstaklingar á meðan að kannski svona kirkjan í heild stiður og það var sama við í Suður Ameríku þótt að við dæmi klerka sem að voru í andstöðu við stjórnvald að þá var kirkjan oft í ágætis samskiptum við herforingjastjórnir og aðra fasista. Já, forysta Vatíkansins, já, og vissir áhrifar aðilar innan rómversk-kaþólsku kirkjunar annarkvæmt studdu eða umbáruða meðan að það var gríðarleg fjöldi presta og munka og nunna og leikmanna innan rómversk-kaþólsku kirkjunar sem aðhylltust þar frjálslyndu guðfræðina sem var mjög félagslega sinnuð og var af ýmsu jafnvel skilgreind sem marxísk. Þannig að þessi strauma voru þar. Jósef Ratzinger sem síðan var Benedikt 16. Hann var þarna í tíð Jóhannes Páls Páa annars stjórnandi rómverska rannsóknarréttarins, arftaka hans og beitti sig mjög gegn þessum allra vinstri sinnuðustu kennimönnum rómversk-kaþólsku kirkjunnar í rómversku Ameríku og víðar. Sannarlega, en straumarnir það var ekki gengið milli bols og höfuðs á þeim. Þetta var allt saman þarna til staðar. Við getum líka nefnt að þegar nasistar komast til valda þá lendar upp á kant við páan í Róm ýmislega hluta vegna, meðal annars þegar þeir nasistar fara að gera tilraunir með líknardráp skömmu fyrir byrjun síðari heimsstyrjaldarinnar en þegar Píus Pái XII tekur við það leyti sem styrjöldin brýst út, þá var hann
að mörguleyti Þýskalands hollur og hann hefur verið gagnrýndur harðlega fyrir það að ganga ekki nógu langt gegn nasismannum eins og fyrirrennarinn hefði gert. Og á tíma valdatíð hans sem pái þá voru últra íhaldsamir rómversk-kaþólskir prestar sem beittu sér fyrir því að hjálpa ýmsum nasistum og flótta til þess að komast yfir til Suður-Ameríku. En næsti þegar Píus Pái XII deyr og Jóhannes 23. tekur við, þá verður gjörð breyting í þessum efnum. Þess að Jóhannes 23. þegar hann var kardináli á árum Þriðja ríkisins, að þá var hann eindreginn andstæðingur nasista og beitti sig mjög í þágu gyðinga og bjargaði fjölmörgum gyðingum undan helförinni. Þannig að við sjáum að þessi pólar eru þarna til staðar. Það langar mig að fara aftur til Bandaríkjanna því að þessi hreyfing á sömuleyti rætur að rekja í evangelískri kirkju í Bandaríkjunum. Sérðu andstöðu við þessa stjórn Trump og makarhreyfinguna innan bandarískra kirkna? Já, algjörlega. Bæði innan hefðbundnu kristna kirkna sem ekkert endilega skilgreina sig sem vakninga kristindómssinnaða evangelista, en einnig meðal evangelista. Rannsóknir hafa reynda sýnt að stuðningurinn við Trump, þó hann hafi verið gagnrýndur harðlega í blábyrjun fyrir siðleysi af mörgum evangelistum þegar hann að beita sig fyrir útnefningu sem frambjóðandi republikanaflokksins í kosningunum 2016, að þá eru áhrifaaðilar meðal evangelista ýmissa hluta vegna sem ákveða að styðja Trump og beita sig mjög fyrir því með skipulögðum aðferðum og hætti að smala saman sem flestum evangelistum til stuðnings Trump á þessari ýmsa skýringar. En sem sagt það er allavega hvítir evangelistar, yfir 80% þeirra, eða svona 80% þeirra virðast hafa stutt Trump. Það er líka fjölmargir blökkumenn meðal evangelista sem sömuleiðis styðja Trump og það er sem sagt 20% sem virðist vera algjörlega upp á móti Trump og þeir sem þar erum að ræða. Það er sérstaklega ýmsir aðilar sem höfðu starfað með Billy Graham áður, eru svona klassískir Jesú miðlægir vakninga kristindómsinnar og yngra fólk margt meðal evangelista, því að þó að evangelistar hafi haft tilhneigingu að vera töluvert íhalsamir í siðferðisefnum varðandi skilning á hjónabandinu, einskorða allt kynferðislegt bara innan viðurkenns hjónabands og þar fram til göttunum, að þá hafa skoðanakannanir sýnt að eftir því sem evangelistarnir eru yngri þá eiga tilhneigingu til að verða frjálslyndari. Það er að segja meðan að það er mjög takmarkað skilningur á málefnum samkynhneigðra meðal eldri evangelista, að þá er hann tölvöld útbreiddur meðal yngri evangelista og gagnrýnin á Trump virðist vera meiri meðal yngri evangelista þarna. Þannig að ef þú fer til þess að YouTube og leitar uppi evangelista sem að tjá sig presta eða safnaðarhirði eins og oft kallað, pastora sem eru að fyrir eftir hvaða trúarhópar að ræða, hvernig þessi hlutverk embættir eru skilgreind, en þá er engin skortur á hinum ýmsu evangelistum sem
að fordæma Trump og færa ítaleg rök fyrir því að þeir líti svo á að þetta sé óheilbrigð mynd af kristindóminum sem Trump standi fyrir og færa fyrir því ýmis rökbiblíur og telja að áherslurnar hjá honum séu jafnvel siðlausar og andkristnar og horfa meðal annars til þess að það sé hlutverk kristinna manna að láta minnumáttar sig varða, að hjálpa fátækum, að hjálpa hælisleitendum og svo framvegis. Meðan að slíkt verður allt meira og meina forboði kringum Trump og skilgreint sem jafnvel djöfulegt vók. Hörðu, Bjarni Randur, takk fyrir að koma hingað og ræða við mig Kristína í Bandaríkjunum og í makarhefingunni og í kringum ríkisstjórn Trump. Kærar þakkir. Takk sömuleiðis. Við ætlum alltaf hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og kannski okkur sjálf líka. Næsti kafli eftir augnablik. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum næst að ræða við lækni sem hefur að mér skilst stofnað lífsskoðunarfélag og svona kannski með hugan við atriði sem að við almennt heyrum ekki mikið frá læknum. Ég hlakka til að kynnast honum betur. Svanur Sigurbjörnsson, varstu velkominn. Já, takk fyrir. Í hvaða geira læknavísindanna hefur þú alið mannin? Já, eftir útskrift mína yfir læknadeild hérna 1994 þá starfaði nú hér í nokkur ár svona, til að afla mér reynslu. Síðan fór ég í lyflækningar í Bandaríkjunum í New York fylki 98 og kláraði það 2001 og var síðan að starfa á bráðamóttöku í Suður Bronx fram til miðsárs 2004 og síðan kom ég heim og saknaði fjölskyldunar hérna og vann nokkuð víða heilsugæsluaðalega og síðan á bráðamóttökunni og síðan starfaði ég núna í milli 2003 og 2023 og 2005 á lyflækningadeild Landspítalans en tekið mér aðeins hlé frá klínísku starfi þar til ég byrja aftur á Landspítalanum á öldrunadeild í desember en já, þetta er svona minn klíníska saga. Hver er munurinn á að starfa á bráðamóttöku í Bronx eða hér í Reykjavík? Já, það er nú ýmislegt svona öðruvísi, sko. Það er svona sjúkdómsbyrðin, allan á þessum tíma, í kringum aldamótin, talsvert meiri í Bronx. Það var ennþá mjög mikið af alvarlegum afleiðingum HIV-sýkingar, sko. Þrátt fyrir að lyfin var nú boðin ókeypis og fólkið fengi alveg þjónustu þó það ætti ekki pening. Því þetta var svona svokallega City Health Hospital, sko, það sem þetta er ekki einkaspítali sem ég var á, þannig að fólk komst inn. En fólk var að fá allskins slæmar sýkingar sem og jafnvel krabbamein út frá HIV og síðan var mikið kannski bara miklar hjartabilanir hjá tiltölulega ungu fólki eða nýrnabilanir, svona alvarlegir sjúkdómar og svo náttúrulega afleiðingar svona kókaín og heroínneyslu og svoleiðis þetta sást allt en ofbeldi hafði minnkað talsvert þarna á þessum áratug þarna undan árin kom þannig að það var ekki þessir skotbárdagar á götum úti eins og
þessi óöld sem var þarna kannski frá 7., 8. og 9. áratugnum en svona upp á 10. áratugnum fór þetta snar batnandi öryggi í New York, þannig að sem betur fer sá maður það ekki mikið. Nei. Og þannig að en það var svolítið hnífstungur og slíkt en þetta var svona fátækasti hluti New York borgar og nánast fátækasti borgarhluti í Bandaríkjunum, þannig að það er svo sem sást alveg á fólkinu. Þetta hefur verið mikil lífsreynsla og lífsreynsla bætir við huga okkar. Á þessum tíma eins og í dag stendur ekki heilbrigðið þitt og möguleikar til þess að fá þjónustu að nokkur leyti með efnahag ekki þeir sem eru með sjúkratryggingu en þá þrátt fyrir að Obama hafi verið með einhverja betur ekki möguleikar þínir á læknisþjónustu mjög mismiklir eftir efnahag? Í Bandaríkjunum? Já. Jú, það er það sko, það er svona, má segja, þeir hafa samt sko sín kerfi fyrir þá sem eiga lítið. Þannig að það er þá annarkoð svo kallar fylgisspítalar eða ákveðnir borgarspítalar sem að taka fólki. Á þessum tíma sem ég var, þá var komugjaldið $200 en maður sá að fólk sem að gat aldrei borga, það gat alltaf komið aftur og aftur. En það kannski samt svona eitthvað svona að þú þarft svona sértækari meðferðir og stundum lendir fólk illa í því eða þarf að borga krabbameinslyf eða svona ætlar að reyna að komast inn í einkaspítalakerfi og þá á það engan aðgang þar. En ég þekki kannski ekki svo gjörla sko, hvernig þetta getur lent á fólki svona eftir mismunandi fylgjum. Það eru náttúrulega svona dæmi að fólk lendi illa í því á einhvern máta og rekst á við þá þetta einkakerfi sem er svona mörguleyti lokað sko. Já. Svo vill þannig til að þegar ráðist á tvíburaturnana þá ert þú staddur í New York og þú náttúrulega bara verður vitnið að því í beinni útsendingu eða eitthvað? Já, þetta var mjög sérstakt sko. Ég var samt nýbúin að klára prógrammið mitt og var að lesa fyrir svokölluð boardpróf í lyflækningum. Og ég var staddur við áttum heima í svona turnbyggingu 31 hæð þannig á norður Manhattan og við vorum svo ákafir námsmenn og við höfum ekki sjónvarp, við höfum bara algjörlega tilengu náminu að geta trufla og þennan morgun vöknum við og venjulega sko heyrum við alltaf níðin af umferðinni fyrir utan sem var að koma frá George Washington brúnni sem er þarna nyrst á milli New Jersey og nyrsta hluta Manhattan eyjunar. Gríðarlega stór brú og þar stoppa bílarnir aldrei en við verðum varfið að það var einkennilega hljótt þannig að við kíkjum út og þá bara allt stopp og þetta var eitthvað mjög skrítið þannig að við kveiktum á útvarpi og þá var það ný skeð að fyrri flugvélin hafði lent í fyrri turninum og þeir sem þáttastjórnendur þessa útvarpsþáttar þeir voru að velta fyrir sér bara hvort þetta hefði verið eitthvað svona herflugvél sem hefði vilst af leið eða eitthvað svona hræðilegt slís hefði orðið og svo heyrum við bara það líða held ég svona 20 mínútur og náttúrulega alveg agndofa yfir þessu heyrum við að það því ég lýst bara að það sé komin önnur vél sem fari í hæfi hinn turnin og þá var þetta náttúrulega hætt að vera eitthvað möguleiki á okkur í tilviljun og við fáum að fara inn í íbúð sem að sneri suður eftir sko, við snerum ekki í átt að suður Manhattan sem að þetta gerðist og þá sjáum við að ríkur úr báðum turnunum sko, en mann datt ekki í hugað myndir hrynja það var eitthvað eins og fjarlægt sko, og svo fór á stað viðbragð sko, það sem var auglýst eftir í útvarpi og sjónvarpi að fólk væri tilbúið til að gefa blóð og ég fór niður á spítala þarna
svolítið sunnar til þess að gefa blóð, en ég hugsaði annarkvort kemst fólk út lifandi þarna óskaðað eða það bara dáið og það reyndist nú vera þannig því að það var engin þörf síðan fyrir blóðgjafir í kringum þetta. Já. Breytti þessi stóri viðburður hugmyndum þínum heiminn? Já, það var svolítið svona að því að ég svona hafði nokkuð langt skeið þegar þetta var hugsað svona trúmál og pólitík og þegar þetta gerðist þá fannst mér þetta svolítið svona spark í rassinn að það þyrfti að berjast fyrir betri hugmyndafræði heldur en leiddi til þessa atviks og fleiri. Og við sjáum það í dag náttúrulega eins og í stríðinu og þjóðarmorðinu sem gengur á Gaza og Ísrael að þar eru tvö bókstafstrúandi öfl sem eru hnefa í hnefa og ná ekki saman vegna ósveigjanleika og svona hugmynda réttindi sem eru einhvern veginn þannig að þau telja sig yfir hvern annan hafinn og þegar siðferði gengur út á það að einhver guð stýri þér og þú komist kannski í einhvern himnaríki við að fórna þér að þá hægt að manipulera með fólk svona fremur auðveldlega að höfða til svona einhverjar aðri hluta sem að við manneskjörnar eigum ekki að ná til og þannig hafa trúarbrögðin því miður verið svona vettvangur hugmyndafræði sem notuð til ills. Það margt gott í trúarbrögðunum líka en þetta svona að hafa þetta sem grunn í staðan fyrir þetta sammanlega siðferði sem byggir þá bara raunni á gildum sem allt fólk getur samþykkt, líf og heilsa og réttlæti og vera ekki refsað á ósekju og þörfum fyrir að eignast fjölskyldu, að bindast nánum tengslum og svo framvegis. Að þessi hlutir eigum við alla geta sameinast og það þarf ekki trú á aðri verur eða mátt til þess. Og þannig eftir þetta fannst mér einhvern veginn að nú þyrfti svolítið að breyta ekki bara í þessum löndum sem eru þessar miklu öfgar, þetta er bara heima fyrir að það er að byggja valkosti fyrir fólk sem að vill eiga sitt fjölskyldulíf og á annan máta heldur en gegnum trú. Já, en nú kannski hugsar einhver þú ert læknir. Við heyrum stundum sögum að því að trúin hreinlega bjargi mannslífum og fólk ná að hamla gegn sjúkdómum sem annars hefðu lagt það nema af því að það trúir á Guð og trúir á það að eitthvað himnest og eitthvað sem er æðra heldur en það sjálft geti bjargaði. Hvað segirðu við það fólk? Já, þetta er svona verið ein af kannski vörnum trúaðra að eins og sagt á enskunni there are no atheists in foxholes sem þýðir þá rauninni að þegar einhver svona neyð steðjar að þá fari allt fólk að biðja til Guðs. Þetta er náttúrulega svona yfirlæti í þessari staðhæfingu sem svona segir það eitthvað að enginn svona geti komist undan því að trúa en svona þessi vörn og fleiri varnar orð trúarinnar voru mjög svo tekin fyrir hérna á árunum 2005 til 2010 þegar það var mikil svona gaggbylting trúlausra og það sem ég myndi kalla bara rauninni áframhald upplýsingarinnar sem var stungið á þessum blöðrum og eða svona þessu svona tabúi að gagnrýna trú. Það hafði ríkt lengi vel þessu tabú og trúin var sett í svona ákveðu
hólf þar sem að hún var svona gerð svona einhvern veginn helg og það þótti ljótt að gagnrýna trú en svona upp úr aldamótum risu félög og humanistar og atheistar, trúlausir risu upp á afturfæturna og ég held að þessi viðburður 9/11 hafi haft áhrif á marga í þessa veru. Og meðal annars þig. Já, að þarna var stungið á þessu tabúi og trúin bara gagnrýnd blöðuna laust, sko. Og þetta náttúrulega er svar svona veraldlega sinnans fólks, humanista gagnvart þessu sem hann nefnir, að við bara styðjumst við góð tengsl, við gildi og styrkja sjálfstraustið og leita til annara þegar við þurfum hjálp en við þurfum ekki guðshugmyndina til þess. Nei. Fólk sem missir maka sinn ungan og hlakkar til að hitta hann aftur í himnaríki, ekki svolítið brútalt að taka á fólki þá von eða trú? Það getur verið ef það akkurat á þeirri stundu sem eitthvað slíkt að gerast en það maður ekki að skipta sér þá af þeirri trúfólks á slíkum stundum en þannig að þetta allt svona samtal það hvort að trú sé góð eða ekki það á sér stað þá frekar þegar fólk tilbúið að ræða það, sko. Og en svona, já, sumir hugga sig við eitthvað svona og það getur verið vissuleyti fallegt og eins konar placebo eða lyfleysu áhrif eins og við köllum í læknisfræðinni að ef þú trúir á virkni einhvers að þá fer þér að líða betur það setur í gang einhver veliðunar boðefni í heilanum. En þar með ekki komin tilgangur með lyfleysu? Þetta eins og lyfleysa búin þessa samlengingu, heldum áfram með hana þessa samlengingu að það náttúrulega mjög gott viðfangsefni í siðferðilega umræðu réttmæti. Það til dæmis ef ég sem læknir myndi segja þér að ég gæfi þér hér töflu sem væri þá rauninni bara C-vitamin, segjum það, og ég segi því að verkirnir þínir eru bara í bakverkirnir þínir, þeir bara munum hverfa núna næstu 2 dögum. Og af því ég læknir og væri að gefa þér þetta þá kannski á heilsugæslunni í svona þessu umhverfi þar sem er trúverðuleiki og traust, að þá færi þér svona allan að hluta til að líða betur bara við það að fengi þetta. En þetta svona eins og með margt annað, maður þarf að hugsa til lengri tíma en ekki bara til þess svona sem að blasi við því að hvað gerist síðan ef þú kemst að því þetta var bara C-vitamin sem ég gaf þér. Þá vantarlega hrinu traustið. Já, og vega og meta alla kosti og alla galla manns hugans. Hérna það sem sagt meðal annars eftir þennan atburð og á þessu skeiði sem þú nefnir sem að þú fer svona að sökkva þér í siðfræði og heimspeki og vangaveltur sem að svona læknar eru alla jafna kannski ekki frægastir fyrir. Já, það svona þegar ég kem heim þannig í lok árs 2004 þá verði svolítið leitandi svona að vettvangi á Íslandi sem að maður getur rætt svona mál og þá frétti ég að félagi sem að héti Siðmennt það var nú bróðir minn sem að vissi að þessu félagskap og hann hefði verið þá að sjá borgarlega fermingar frá þau hófu þetta sem lítill hópur 1989 og stofnuðu svo félagi 1990 og þarna væri þá mögulega vettvangur til að svona þess að spá í þessi mál og við fórum að tala við þau í Siðmennt og áður en varði þá var ég bara komin inn í stjórn þar bara 2005 og þannig að þar fann ég svona fólk sem var á sömu braut og vildi efla humaníska eða veraldlega valmöguleika á Íslandi þannig
Þannig að það var mikið lukka, sko. Já. Og þú tekur einhverja kúrsa, það ekki? Nei, ekki þá, sko. Nei, það síðar? Það síðar, sko. Þannig að þarna var maður svona að lesa sig til í ýmsum bókum. Og það var mikil svona gróska víða heim, eða sérstaklega á Vesturlöndum, í útgáfu bóka trúleysi og humanisma. Þannig að maður sveldi þetta allt í sig og tók þátt í þessu samfélagi, bæði hérna heima og alþjóðlega, gegnum bæði voru þá svokallaða samtök Atheist Alliance sem voru í svona þessari varnarbaráttu eða baráttu fyrir því að svona benda á skaða trúarinnar og að þessi samtök við heldum ráðstefnu eða siðmennt eða samtök trúlausra hérna á Íslandi heldur ráðstefnu 2006 minni mig, alþjóðlega ráðstefnu þar sem að svona frægasta fólki í heiminum í þessum vettvangi kom, meðal annars Richard Dawkins og í gegnum þetta og síðan heimsóknir á alþjóðlega ráðstefnur humanista og lestur ýmsa bóka að þá svona fræddist maður af sjálfstæðum þessi mál. Og svo líður tíminn, þú hérna finnur svona hvernig þetta kallar sterkar á þig, en af því ég sagði nú hér í upphafi og svona einn helsta ástæða þess að þú ert hér við rauðaborðið er stofnun nýs lífsskoðunarfélags. Verður vík á milli vina hjá þér og félögum þínum í siðmennt eða á hverju hérna ertu ekki bara að breiða út boðskap siðmenntar í dag? Já, sko það sko félagi náttúrulega var mjög samhent og þessi stjórn sem frá 2005 sem ég kem inn í og við áorkuðum miklu og meðal annars fyrir tölstafan félagsins og líka þeirra svona þessarar bólu sem hefði verið sprengt varðandi umræðuna trúarbrögðin sem meðal annars vantrú stóð mikið að og átti á mikið þakklæti skilið fyrir að hafa staðið í því að þetta gjörbreytti svona umhverfinu á Íslandi og opnaði hug fólks fyrir einhverju öðru heldur en bara trúfélögum og við háðum mikla baráttu bara fyrir því að fá lögum breytt þannig að við getum staðið í svolítið jafnfætis trúfélögunum varðandi svona aðkomu ríkisins sem sóknargjöldum og slíku þannig að við staðum jafnfætis og við náðum þeim áfanga loksins 2013 og upp úr því verður bara algjör sprengja til þess að það stækkaði svo mikið félagið svo margir sem að koma til liðs við það og athafnir sem að höfum sett á fót árið 2008 nafngjafir, giftingar og útfarir að vera allega að máta að það var sprenging í sérstaklega nafngjöfum og giftingum í fjölda þeirra og félagið vex þannig mjög hratt en síðan upp úr svona 2017-18 þá þessi sterki gamli kjarni hann svona gliðnar verða svona einhverjar deiluefni og það verður svolítið krísa þarna 2019 og upp úr því tekum við ný stjórn og formaður og sem sagt þessi síðustu 6 ár hafa þá verið þannig að sú forysta sem þar var að hún hefur gengið á okkur svona gamla kjarna sem var þarna á þann máta að við höfum ekki verið sátt og þar að auki hefur starfsemi svona eins og að kallum hugarstarfi eða svona mennta- og umræðustarfsemi félagsins farið mjög aftur og færri viðburðir og já, við vorum alltaf með svona reglulega einhverja fundi og við tókum til dæmis fund með múslimum sem var mjög svona fjölsóttur svona já, hvort það væri svona
árekstrar á milli þeirra og menningarinn á Íslandi og tókum allskyns svona málefni sem að voru svona kannski bæði viðkvæm og svo umdeild í samfélaginu og reyndum að stuðla þannig að svona gerjun og framförum í umræðu og reyna alltaf að vera bara kurteis og málefnaleg nálgast að þannig og því að það svona náttúrulega í humanismanum það mikil sannfæring að við náum saman með samtalinu, með rökræðunum og þannig náum við framförunum og stöðlum að fólk friði og fólk nái saman af virðingu. Þannig að við söknum þessa og svo voru svona, maður segja, aðstæður þannig að svona eldri þessum kjarna var svolítið ýtt út. Jóni Björnssoni sem að heimspekingi sem hafi verið kennslustjóri borgarlega fermingar frá nærri 25 ár. Honum var ýtt út, hann var bara rekinn allt í einu og svo var það að við eldri sem hefðu nú byggt upp atvinnuþjónustuna eða við tókum okkur hlé svona 1 ár eða svo að þá var okkur sagt að við ættum að fá handleiðslu þegar við kemum tilbaka. Og það svona eins og að segja við einhvern gamla skólastjóra þegar hann tæki sér smá hlé að hann þyrfti að fara að þyrfti að leiða hann í næstu kennslustund sko. Þetta var svona niðurlægjandi. En félaginu hefur einhver leyti tekist að láta þessar væringar liggja undir radar því að ég maður svo sem eftir einhverjum fréttum og einhverjum áreksturum og svoleiðis en það sem hún segir núna það ég veist að komi svona sömu fólki á óvart var svona lagt upp úr því að þetta er bara reynt að leysa þetta innan hús og enginn talaði að uppljóstraði með þeim hætti sem þú ert að gera núna. Málið hans Jónas Björnssonar fór í fjölmiðla og var skrifað það og voru viðtöl nokkuð víða út frá því en svo hafa nú verið svona ýmsir brottrekstrar sko, ekki bara Jóhanni sko, sem hafa nú alveg farið undir radarinn sko, verið framkvæmdastjórir tveim var sagt upp á einhverjum tímanum og svo var einn sem til viðbótar sem sagði upp og þannig að það hafi verið svona ýmist þarna svona, hvað segja, svolítið láttök bakvið. Nú það var aðalfundur Siðmenntar núna í byrjun mars síðastliðinn og þar fór ég fram og bauð mig fram sem formann því að svona á þessum tímapunkti í lífi mínu vildi ég svona hella mér aftur í félagsmálin. Og þér fannst verk að vinna innan félagsins? Já, og bauð svona pakka af umræðu og mentastarfi sem ég nú verið að svona vinna að í öðrum geira. Tók þá heimspeki 2015, tók BA-próf og svo master í heilbrigðissiðfræði sem ég lauk 2020. Já. Og hefur verið að kenna siðfræði og gagnrýna hugsun í háskólanum. Þannig að ég svona hafði endurhlaðið batteríin og fannst mér að hafa talsett fram upp á að bjóða og formaður síðasti formaður var þá að hætta núna þannig í mars. Þannig ég ákvaði bara að demba mér í þetta en það fór svo að ég fekk svona 1/3 atkvæða og 2/3 á móti og þannig að þessum pakka var og mér var hafnað og svona í ljósi þess sem hafði gerst síðustu 6 ár og svona andrúmsloftsins þá fann ég hafði ekkert svona nægilega sterkt umboð til að gera eða koma góðu til leiðar þessum hlutum til leiðar nema ég yrði þá formaður og þar af leiðandi vildi ég þá frekar snúa mér að því að skapa eitthvað nýtt. Já, og eru fleiri sem fylgja þér úr? Já, þannig að það var ágætis kjarni og þá sérstaklega mikið úr þessum gamla kjarna sem á árunum 2005 til 2018 og
en ekki Hóp fyrrverandi formaður, Hóp Knútsson, hún er svona megin stofnandi Seiðmenntar, þannig að skiljanlega hún áfram í Seiðmennt, en mikið til kjarnin er í þessu nýja félagi Farsæld. Já, Farsæld, Já. Það er nafnið. Já. Og ert þú í fríi frá læknastörfum sérstaklega vegna þessarar köllunar þinnar að stofna nýtt félag og afla því brautargengis? Já, það er svona í og með, sko. Það var, ég tók mér hlé frá klínískum störfum hérna í mars og ég stóð svolítið á tímamótum, nýorðin 60 og vildi svolítið hugsa tilveruna upp á nýtt og svona, mér langaði mikið að svona demba mér í félagsmál á ný og rannsóknir og kennslu, halda því svona leggja meira áherslu á það og þess vegna ákvæði bara hætti í svona venjulegri fastri klínískri vinnu en ég er að hefja aftur hlutastörf í því í desember. Já. Hvernig fer maður að því að afla brautargengis málstaðar í nýju lífsskoðunarfélagi sem þú segir að heiti Farsæld? Já, það er bara þolinmæðisverk. Við þurfum alltaf bara að sanna okkur. Það er ekki nóg að koma fram með fallegar og góðar hugmyndir. Við þurfum að sýna það í verki, að við förum með í gang svona þessa umræðu og menntastarfsemi sem að við settum stefnuna á og það er að raungerast þessa dagana. Við erum komið vel mikla haustdagskrá og drög að vordagskrá og við byrjum í dag á kynningafundi klukkan 5 og við maður lesa þetta á farsæld.is og síðan erum við þá í framhaldinu með umræður svona siðferðileg málefni málfundi og svo svona við reyna að hafa ýmis form, hafa umræður hringi og Eru þið með ákveðið húsnæði? Eru þið með eitthvað sal eða? Já, við erum núna leikt aðstöðu hjá Reykjavíkurakademíunni í Hafnarstræti 5 og líkar ákaflega vel þar og þar erum við með skrifstofu og síðan er góður aðgangur þar að Akademíu Salnum sem er fín málfundarstofa og svo kallar bókastofu og þarna er náttúrulega svona akademískt andrúmsloft sem okkur líka vel. Við viljum tengja svona starfsemi svona lífsskoðunarfélags við akademískt og heimspekilegt hugafar og heimspekingar eru svona okkar sérfræðingar, sem maður segja, og reyna að tengja þá svona akademíska heimspeki við svona hið almenna hið almenna í samfélaginu og hinn almenna hlustenda og brúa þarna bil á milli, ef svo maður segja, svona háskólasamfélags og almenns samfélags og gefa okkur vettvang til að skiptast úr skoðunum og ræða málin. Og munið þið bjóða upp á sambærilegar athafnir og siðmenntastaði fyrir? Já, þannig við erum nú þegar búin að stofna þá þjónustu enda Hektum vik þar sem við erum athafnastjórir margir hverjir sem er í félaginu, nýja félaginu. Nú það er ég, Sævar Harri Finnbogason, Helga Jóhanna Úlfarsdóttir og Jóhann Björnsson sem eru þá fyrstu 4 athafnastjórar félagsins. Já, þannig að þið fermið? Nei, við erum ekki búin að setja fermingar á dagskrá. Ekki fermingar? Nei. Við ætlum að sjá til með það. Þannig að þið gefið nöfn? Já. Og hvað fleira? Giftið. Og síðan höldum útfarir, stýrum útförum. Já. En giftingarhlutin er tvíþættur. Það er náttúrulega annars vegar það að halda athöfna sem fólk kemur saman og hlustar á ykkur falleg höfugjörð, tónlist stundum og síðan heitir því hjónaefnana sem að gefa saman og þetta er þá félagslega athöfn en hún er líka
lögformleg, þannig að það þarf þá vígsluleyfi og til þess að fá vígsluleyfi og skila þá inn vígsluvottorði til þjóðskrár eftir athöfn, þá þurfum við að fá skráningu sem lögformlegt lífsskoðunarfélag og við erum með umsókn þess efnis í gangi. Já, og hvernig myndirðu lýsa muninum á farsæld og því hvernig þú sér farsæld fyrir þér ásakið og siðmennt? Já, bæði félögin náttúrulega byggja á mjög svipuðum hugmyndagrunni, svona þessum humanisma sem að er svona grundaður eða grundvallaður í gegnum alþjóðasamtök humanista sem voru stofnuð 1952 og þar liggur undir svokölluð Amsterdam yfirlýsing sem hefur verið frá 1952 og svo hefur verið endurnýjuð held ég 2002 og núna 2022 og það er svona þessi svona stefnulýsing þetta svona að trúa rauninni á gildi mannlífsins og okkar helstu verðmæti, helsuna og frelsið og réttlæti og síðast en ekki síst svona þessa nálgun, þessa afstöðu að við ræðum saman, að við vinnum út úr vandamálum og togstreitunni gegnum samtalið og opinn hug og málefnalega nálgun frekar en með einhverju heift og hamagangi. Þannig að sú afstaða, þessi velvilji og nærgætni og annað slíkt er náttúrulega jafn dýrmætt og skoðanirna sjálfar í félaginu. Og við sjáum fyrir okkur að við séum rauninni ekkert öðruvísi heldur en siðmennt hvað þetta varðar en þennan grunn en þar sem að við þráðum að hafa meira svona þessi mennta og fræðslustarfsemi eða svona mennta og umræðustarf að þá erum við allavega akkurat núna erum við komið þann dagskrá sem við sjáum ekki hjá siðmennt og síðan þetta svona þá bara hvernig svolítið fólkið því að þó við séum svona í grunnunum með sömu skoðanir að þá fólk ólíkt og hvernig það vill starfa saman að við finnum okkur sem þessi hópur saman. Já, það svona von ykkar að grasrótarstarfið verið öflugra og virkara og samtalið sterkara Já, við viljum efla tengsl við svona fræðasamfélagið og hafa okkur svona bæði fræðileg og almenn að við séum svona tilbúin að kafa og vera óhrædd við að nota forvitni okkar til þess að leita að svörum og ræða málin ekki veitir af í þessari skautun sem orðin í samfélagum núna mjög mikil skautun. Já, við þurfum að vera óhrædd að koma saman í friði og ræða jafnvel viðkvæmustu mál setja okkur í þessar heimspekilegu stellingar þar sem við tökum okkur svolítið út fyrir tilfinningarnar og reynum að yfirvegun að komast að einhverju svona jafnvægi sem að fólk getur kannski mögulega orðið sátt Já, sko ég að spá hérna það náttúrulega svolítið myrkur í heiminum núna, það ótti, það stríðsógnir virðast vera nær okkur heldur en oft áður og hérna þú viss það að skynsemishyggjan sé betri en trú á stokka og steina til þess að komast út úr óörygginu. Já, ég alveg viss það en eins og alltaf þá þetta ekkert einfalt og við lítum náttúrulega á það að svona að tala okkur svona varnaðarorð varðandi trú að þau eru svona til skaðaminkunar þannig að fólk leiðist ekki út í
bókstafstrú sem að fylgir einhverjum foringjum blind og tapi sjálfstæði sínu í einhverjar öfgar og svona kreddur og jafnvel ofbeldi og einangrun og kúgun og allt sem getur fylgt því. Það svona einn tilgangur, svona vörn og skaðaminnkun, en það ekki nóg. Þannig að ef við ætlum að ná saman friðin og það sem svona stefnumiðin, þá þurfum við jákvætt uppbyggilegt markmið, siðferðisgildi sem að felast þá í þessum svona humaníska siðferðisgildisgrunni. Og það þarf ekki að kalla hann humanískan, hann getur verið nefndur hvaða nöfnum sem það getur ekki máli hvert nafnið heldur bara að við saminist markmið þess að byggja okkur upp öll saman, að við sköpum rýmið saman, að það sé fyrir okkur öll, það nóg pláss hérna á jörðinni fyrir okkur og að við látum ekki ágirnd okkar eftir valdi og fjármunum og landsvæðum og yfiráðum yfir fólki og allskyns svona þrár í ójafnvægi sem eru þá svona oft bara hafa í grunninn svona sjálflægan uppruna og stundum það út af einhverju ákveðnu óöryggi að fólk finnur sig ekki öðruvísi en að vera að kúga annað fólk og eignast okkur völd, að með skynseminni og með uppbyggilegum hugmyndum, með heimsbyggilegri umræðu og að það að leita tengsla og samstöðu að það svona hugmyndin sem að vonandi geti skilað okkur fram á við. Já. Svona kannski rétt í lokinu því að það hefur sætt aukinar gagnrýni hvernig við höfum kannski aftengt okkur svolítið frá, hvað maður að segja, heildar hugsun, að við höfum hólfað okkur niður í alls konar svona menntunarbox og þetta eru þröng menntunarbox oft og það hefur verið svona talað seinni ár í háskólasamfélaginu að það sé mikilvægt að taka í auknum mæli holistic approach eða eitthvað svona heildræna nálgun, en samt hefur kannski ekkert svo mikið gerst í þeim efnum, þetta bara svona falleg hugmynd á blaði kannski ennþá eftir því sem að mér skilst. Þú lærir þín læknavísindi náttúrulega algjörlega sem raungreinar, ekki satt? Já. Og svo verður heillaður af hugvísindum og svona eftir á að hyggja þegar þú horfir yfir þitt læknanám, vantaði ekki ýmislegt í það? Jú, það ótt að segja það. Ég held ég að fengið 2 tíma í siðfræði þegar ég lærði árunum 87 til 94. Það var alltaf 2 tímar hjá Páli skúlasinni heittnum. Það var bara 2 mjög fínir tímar en bara svona nasasjón. Og þannig að það það sem svona að ég kenni siðfræði og gagnrýna hugsun á fyrsta og öðru árin læknisfræðinu og síðan áfram í aðeins minna á 3. ári. Þar hefur svona stefna minn verið einmitt að búa til brú á milli hugvísinda og raunvísinda og svona færa inn þennan heim svona heimspeki og siðfræði inn í raunvísindaheiminn, því að þetta er samanofið og getur eiginlega ekki verið án hvors annars. Þannig að fagmennska lækna þarf alltaf að standa af læknisfræðilega þekkingu og læknisfræðilega færni, svona eins og aðgerðum og svona samskiptafærni og síðan siðfræði að góðu gildismati og siðferðilegri hugsun, og því að hún verður að leiðbeina okkur allt sem við gerum. Það er ekki bara nóg að hafa tæknileg tækifæri á að gera eitthvað ef að það brýtur í bága við gildismatið.
Og hvað með læknavísindi í auknum mæli sem forvörn en ekki alltaf að bregðast við og lyf sem alfa og omega alls, þú ert lyflæknir, er það ekki? Jú. Já, þetta náttúrulega hverjum tíma fylgja áskorunir og núna erum við náttúrulega að fyllast af fullt af lyfjum, líftæknilyfjum og ýmsu sem eru gríðarlega dýr í framleiðslu og hvernig ætlum við að mæta þessu þannig að í rauninni við getum veitt þessa þjónustu. Það náttúrulega stórt samfélagsspursmál hvernig við þá forgangsröðum peningum okkar í hlutina. Eru við að nota mikið af lyfjum og eru læknar að ávísa miklu af lyfjum vegna þess að þeir hafa ekki tíma til þess að meðhöndla og það er ekki gert ráð fyrir meðhöndlun og hlustun og svona skoðun? Það gæti verið að einhverju leyti rétt en það svona, kannski má segja að svona gagnvart þessum forvörnum sem þú nefndir að það svona það hafa orðið talsvert undir í læknisfræðinni sem svona, það svo lítið svigrum í læknisstarfinu fyrir forvarnir. Það kannski að því við erum bara með svo marga eldar sem við þurfum að slökkva, þetta svo mikið af veiku fólki sem að varla færa orðið tíma eða seint síðir á heilsugæslunum. Svo eru því bírókratísku helvíti, er það ekki maður skilst að helmingurinn af tímanu fari að slá eitthvað inn? Já, það vantar framfarið þar í að dreifa svolítið vinnunni í þeim efnum og þannig að tími lækni verða straumlínu lagaðri í það að greina og ráðleggja meðferðir og því að auðvitað væri kannski hægt að taka tíma í pappirsvinnu ef það ætti að vera hlutverk lækna að standa mikið í því en þá væru við líka þá missa dýrmætan tíma í að sinna sjúklingunum. Já. Og þetta náttúrulega tengist líðan okkar, huga og öllu því en ég meina klíniska spurningu að lokum sem að kemur nú ekki þessu samtali okkar við að neinu leyti en ég var með mannesku hér sálfræðing í gær í svolítið ögrandi viðtali, hún sagði, hún var að tala um það að það væri svo mikið um það að börnin okkar og í rauninni fullorðnir líka, við varum að éta svo mikið á skaleri fæðu að það myndi kynda stórkostlega undir geðrænum vandamálum. Eru kolvetni manninum nauðsynleg til inntöku eða getum við lifað lífinu á þess að einbyrða kolvetni? Þau eru algjörlega nauðsynleg. Þau eru nauðsynleg. Og því að við heilin okkar dýrmætasta líffærið það getur ekki heilin getur ekki lifað án kolvetna eins og vel sé ef við förum í svona kolvetna svelti þá eftir svona 2 daga þá erum við búin með svona varaforða kolvetna sem er í lifrinni búin að brjóta það niður og eftir það fer líkaminn að brjóta niður vöðva líkamanns til að búa til sykur, kolvetni. Það er svo nauðsynlegt að líkaminn er tilbúin að fórna vöðvamassanum til þess að búa til sykurinn og næra þá heilan og þannig ástand til langframa veldur þá vöðvarýrnun og endanum þá reynir próteinsmissi og það að vera í svokallari ketósu, þetta ástand sem að heilin er í þegar hann er algjörlega kolvetnalaus að það bæði hefur talsverð áhrif á einbeitingu og hugsun og er svona mjög svona ófullkomið ástand það er ekki gott til langframa en sem eru þá í þessum kolvetni skerta fæði, þeir eru svona dansað á okkur mörkum, svona reyna að finna eitthvað svæði þar sem geta verið alveg upp við kolvetnaleysið eða við þessa ketósu og að vissum marki er eins og með svo margt að við þurfum að leita jafnvægis í hlutunum og of mikið af kolvetnum er líka skaðlegt
Þannig að en þetta má ekki fara í þessar öfgar að við bara snúumst gegn nauðsynlegum efnum í leita af einhverju svari. Og þess vegna næringafræðin, bara þessi klassíska næringafræði, það er það besta sem við fylgjum, sko. Já. Ég svona hálfbiðst afsökunar á því að hafa dreigið inn í þetta en mér fannst ákveðnir almannahagsmunir að því að fá viðbragð fagmanns sem slíks því að ummæli sem féllu í þessu viðtali í gær hafa orðið svona tilefni umræðu og har sett hvað sem að fólk að velta fyrir sér. Er þetta rétt? Er þetta rangt? En ég óskaði bara til hamingju með Farsæld, þetta félag. Já, kærar þakkir. Og það verður spennandi að fylgjast með framgangi þess. Já. Og já, bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og takk fyrir að koma og miðla bæði læknisfræðilegum og siðferðislegum pælingum um lífið og tilveruna, vítt og breytt. Takk fyrir samtalið. Nú, það þá komið að lokum þáttarins í kvöld. Hann Svanur Sigur Björnsson, læknir, slær botnin í þetta með mér. Við viljum minna á það að við þiggjum stuðning ykkar. Ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðuna en hafið ekki komið í verk, þá eru hæg heimatökin að nálgast upplýsingar um hvernig þið gerir það á heimasíðu okkar samstöðin.is, skróla niður og finna nafn sem heitir áskrift. En við segjum þetta gott í kvöld, sjáumst aftur á morgun í beinni útsendingu klukkan 20. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.